Jæja, komið sæl, kæru gestir, kæru íbúar í miðborginni, þeir sem eru hérna og þeir sem eru heima að fylgjast með streyminu. Verið hjartanlega velkominu íbúafund með borgarstjóra hérna í kvöld. Það mjög fallegt kvöld hérna við hérna tjörnina, þannig að ég bara sé fram á skemmtilegt og hugulegt kvöld hérna saman. Ég heiti Margrét Nordal og formaður íbúarráðs miðborgar á Hlíða og verð fundarstjóri í kvöld. Og eins og við flest þá erum við náttúrulega orðin mjög sjóuð í fjarfundum og nærfundum og blönduðum fundum, þannig að ég ætla bara að ítreka að þessi fundur bæði hérna á staðnum og í streymi og við vöndum okkur við að þannig að öll fái notið sem best, sama hvort eru hér eða heima. Dagskráin á þá leik að borgarstjóri hefur leik og í kjölfari sjáum við innlegg frá Þóreyju Vilhjálmsdóttur sem íbúi við Njálsgötu. Svo kemur hann Karl Kvaran, arkitekt og kynnir verðlaunatillögu Lækjartorgið. Á eftir honum kemur svo Dagný Bjarnadóttir sem landslagsarkitekt og kynnir endurgerð á Hlemmtorgi. Og svo að loknum erindunum þá komið að fyrirspurnar hlutafundarinn sem fær góðan tíma og þá gefst ykkur kostur á að koma með spurningar. Og það hafa talsvert mörg bara sendir spurningar fyrir fundinn og það ennþá hægt að setja inn spurningar og það líka hægt að setja inn spurningar við streymifundarins ef þið viljið gera það. Og þeim spurningum sem verður ekki svarað hér í kvöld, þær verða settar á netið og verður hægt að lesa og kynna sér svörin þar. Og það sérstök síða fyrir þessa íbúafundi borgarstjóra. Og þeim verður svarað, ef það ekki búið að svara þeim, að þá verður þeim svarað á næstu dögum. Og þá bara ekki seinna vegna að fara að hefja leikinn og ég veit að Dagur borgarstjóri nú bara iðulega á ferð og flugi í hverfinu. Kannski verður rætt við ekstra mikið af góðu fólki í vikunni Dagur, í þessari miðborgarviku. En það verður gaman að bara heyra í þér og heyra hvað framundan í okkar frábæra hverfi. Þannig að gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir Margrét og gaman að sjá okkur hérna í kvöld. Sanna sagna, þá verði ég að viðurkenna að ég reyndi að vera á ferð og flugi í flestum öðrum hverfum með miðborginu undanförnu því að hverfafundir borgarstjóra sem eiga sér reyndar áratuga hefð tóku breytingum þegar Jón Gnarr var borgarstjóri. Þá færðan skrifstofuna, lét ekki nægja að halda sem hverfafund, opinn hverfafund, heldur færði skrifstofun upp í Breiðholt og var þar skeið og ég stal hugmyndinni þegar ég tók við. Þannig að í staðinn fyrir að vera bara með hverfafundir borgarstjóra þá hef ég fært skrifstofuna út í hverfin og á svona hefðbundnu kjörtímabili þá var þetta mjög notalegt. Þetta svona dreifðist á svona 2 ár og hlé inn á milli og það stóð til líka á þessu en út af COVID að þá verið þetta þjappast þannig að ég hef verið sem bara ég segi ekki eins og hamstur á hjóli en nánast að þá ég búinn að vera núna í 10 vikur stanslaust út í hinum mismunandi hverfum vegna þess að ég vildi ekki láta það spyrjast að ég myndi sleppa einhverjum og vera bara sumstaðar en ekki allstaðar. Þannig að miðborginni síðust að þessu sinni og fléttast aðeins inn í önnur hverfi að því að til dæmis íþróttafélagið Valur sem sinnir þessu hverfi að ég heimsótti Val í hverfavikunni í Hlíðum og þannig mætti áfram telja. En þetta búið að vera samt frábærir og næringaríkir dagar í samskiptum við íbúa í hverfinu. En mér eiginlega ekki til setuna boðið. Það mjög margt sem að verður gaman að segja frá hérna og mér telst þannig til að ég sé með 236 glærur. En þó hlakka ég mest til að heyra í arkitektunum sem ætla að kynna annars vegar Lækjartorg og Hlemmtorg. Þannig að ég vona að þið fyrirgefa mér þetta verður svolítið þeysi reið en það til þess að við skiljum eftir góðan tíma fyrir spurningar eftir yfirferðina því að það ekki síst tilgangur með þessum fundum að eiga orðastað og tala saman. En þetta síðan hluti af hverfafundum borgarstjóra og
miðborgina mætti auðvitað gríðarlega margt segja og við getum ekki farið yfir það allt saman tæmandi. Hún skartar núna sínu fegursta, svolítið kalt, en ljósmyndarar á vegum borgarinnar hafa verið að fanga öll hverfi borgarinnar með myndum og þær eru margar dásamlegar og minna okkur á að vorið og sumarið að koma og þá söfnumst við víða en hvergi kannski eins mikið og í miðborginni. Ég tala nú ekki þegar hátíðirnar fara að hefjast aftur sem að draga okkur öll út á stræti og torg til þess að hitta mann og annan og fagna því sem að mestu máli skiptir sem mannlífið og fjölbreytileiki þess. En miðborgin eins og skilgreind sem hverfi á borginni, hún svona löng og mjó og næri raun frá norðurströndinni að suðurströndinni samkvæmt þessari skilgreiningu því að Vatnsmýrin þarna undir, þannig að þetta eru póstnúmerin 101 og 102, aðeins með frávikum að því að hluti af 101 í Vesturbæ. Í hverfinu eru 10.596 íbúðar í 6.513 íbúðum og við sjáum á samanburði við meðaltal í borginni að íbúar í miðborginu eru yngri heldur en íbúar í borginu að meðaltali. Þannig að það bæði færri sem eru 67 ára og eldri og fleiri sérstaklega sem eru frá 25 til 34 ára. Hverfið býsna þétt, þar að segja, það býsna þétt búið þó að hér sé flugvöllur og þetta eru 4 ferkílómetrar, 9 opin leiksvæði, 72 kilometrar af göng- og hjólastígum, 283 bekkir og 310 ruslastampar. Þetta auðvitað borgin okkar og hún hefur verið í miklum umbreytingafasa. Á undanförnum árum höfum við leyft okkur að gera alls konar tilraunir til að sjá hvað virkar og hvað virkar kannski síður og höfum verið að mæta rekstraraðilum í COVID með að leyfa þeim að breiða svolítið úr sér og mannlífið hefur fengið býsna mikinn forgang. Hér sjáum við borð og stóla sem að veitingastaðir hafa verið að setja út á göngugötuna á sumrin. Við dregið þessi gríðarlega mikið fólk og ekki síst börn. Börn leika núna lausum hala á Laugavegi sem að þau gerðu ekki áður. En börn eru auðvitað í forgrunni í margvíslegri þjónustu borgarinnar, meðal annars í íþróttum og þeim sinnt út á Hlíðarenda og Valur með gríðarlega mikið starf sem hefur verið að vaxa á undanförnum árum. Það fleiri og fleiri börn úr hverfunum í kringum Val sem eru að stunda íþróttir og það sem sérkenni félagsins að Valur með afburðalið í meistaraflokkum í 3 aðaldeildum félagsins, bæði í karla- og kvennaflokki sem að slást titla. Það ekki mörg félög sem að leika það eftir. Það hefur auðvitað verið gríðarlega mikil uppbygging á Hlíðarendasvæðinu, bæði íþróttamannvirki, íbúabyggð og gert ráð fyrir þjónustu á jarðhæð. Það ekki allt búið enn. Þar verður þegar Miklabraut fer í stokk að þá mun bætast við þetta hverfi og miklar og jákvæða breytinga verða og tengja í raun brúa bilið innan hlíðana en tengja líka hlíðarnar við miðborgina á betri hátt. Sundhöllin hún auðvitað bara musteri heilsu. Hún var hluti af pólitísku verkefni fyrir 100 árum sem var baráttan fyrir auknum þrifum, að fólk færi oftar í bað. Og það svolítið fyndið svona núna að tala að þetta hafi verið pólitískt baráttumál en það bara var það. Og þetta eitt af fáir íþróttamannvirkjum í Reykjavík sem ríkið hefur borgað hluta af. Það var alltaf gert ráð fyrir útilegu við hliðina og hún var bara aldrei framkvæmd. Og þeir áttu að setja spennistöð við Austurbæjarskóla, þá börðust íbúar miðborgarinnar mjög mikið gegn því og fengu því framgengt að spennistöðin var sett við hliðina á Sundhöllinu og mörgum leið eins og það væri ekki hægt að koma fyrir útilegu við hliðina. En það var hægt. Og það var gert með samkeppni og útilegin auðvitað dásamleg viðbót
og hefur verið mikið lífsgæða sprengja fyrir fólkið á þessu svæði og það sést auðvitað best á því að árið 2016 voru 8.000 gestir í mánuði sem sóttu Sundhöllina en með opnun útilegurinnar þá urðu þeir 30.000. Síðan vitið þið auðvitað að í COVID þá þurfti að takmarka aðgengið en núna gerum við ráð fyrir því að verið dásamlegt sumar í öllum sundlaugum í borginni þar á meðal Sundhöllinni. Íbúar miðborgar sækja síðan Nauthólsvíkina til sjósunds eins og aðrir Reykvíkingar og íbúar á höfuðborgarsvæðinu og ég stalst þessuna til eða stóðst ekki freistinguna að bæta við bara upplýsingum það að þar verið að tvöfalda pottinn og bæta við, gera Nauthólsvíkina aðgengilegri fyrir þá sem að eru til dæmis bundnir í hjólastól og það verið að bæta við fleiri hlutum af því að þetta orðið svo gríðarlega vinsælt. En miðborginni allstaðar og það alls konar fólk sem býr í miðborginni og nýtur þjónustu í miðborginni. Þjónustumiðstöð hverfisins staðsett á Laugavegi 77. Hún mjög vel skipuð fólki, fagfólki og hún harðsnúin enda hún að takast á við gríðarlega mörg og mikilvæg verkefni. Við erum að færa reyndar fagfólk út í borgarhlutana og hverfin sem að þjónusta börn í verkefninu Betri borg fyrir börn en þegar við skoðum þjónustuna í miðborginni sérstaklega þá ákveðin sérhæfing varðandi jaðarsetta hópa, einstaklinga sem glíma við húsnæðisleysi en líka varðandi móttöku flóttafólks og hælisleitenda. Þetta þekkingamiðstöð í því. Það alls konar ný og skemmtileg verkefni. Valur hefur til dæmis tekið upp á því að vera með íþróttastarf með eldri borgurum og ef einhverjir hér hafi ekki frétt af því þá hvet ég fólk til að hafa augu og eyru opin fyrir því. Þetta að reiða sér til rúms í mörgum hverfum að við höfum verið að hvetja íþróttafélögin til að opna húsnæði sitt fyrir eldra fólki og fá gamla félagsmenn til liðs sig aftur. En það sem að kannski fólk áttar sig almennt ekki á að borgin að þjónusta 1000 heimila í hverja einustu viku, meðal annars í þessu hverfi hér, í persónulegri þjónustu og mikilli nánd, heimahjúkrun, heimaþjónustu, stuðning við þá sem þurfa stuðning og þetta fer mikið fram á heimilum. Þeir sem eru auðvitað á jaðri samfélagsins og eru í húsnæðisraki að þá erum við með sérstakt vettvangsteymi sem að styður við fólk í sínum aðstæðum og þannig að þetta eru gríðarlega fjölbreytt verkefni. Nú skóla- og frístundastarf mikið og fjölbreytt í borginni og líka í miðborginni. Það áberandi þegar maður fer yfir sviðið að margháttað þróunarstarf. Mjög mikið af því hefur leitt af menntastefnunni sem var samþykkt fyrir nokkrum árum og þeim þróunarsjóði sem var sett upp í kjölfarið. En það áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, upplýsingatækni og skapandi listir, lýðræði, mannréttindi og réttindastarf áberandi og félagsmiðstöðarhlutinn, ef við horfum á skólastarf og menntun í Reykjavík í einhver alþjóðlegu samhengi, að þá myndi ég segja að félagsmiðstöðarstarfið og frístundastarfið væri eitt af því sem að sker sig úr og í algjörum fararbroddi. Það eru 4 leikskólar í hverfinu og þar að verða býsna mikla breytingar. Við erum bæði að bæta við leikskólum, við erum að byggja nýjan og munum þá líklega leggja af hluta af gamla húsnæðinu sem til að mynda ekki alveg aðgengilegt og bara alls ekki fyrir fatlað fólk og fötluð börn. Við erum að bæta við nýjum leikskóla Eggertsgötu sem ævintýraborg. Þetta í raun svolítið tilraunaverkefni. Þetta eru einingahús sem eru færanleg og við sjáum fyrir okkur að muni færast, þar að koma inn meðan við byggjum varanlega leikskóla, svo færast þau næsta vaxtarhverfi borgarinnar
og það önnur ævintýraborg sem verður á Nauthólsvegi 81, þar að segja í tengstu við Hlíðarendann til þess að mæta barnafjölguninni þar. En svo vorum við í borgarráði bara í síðustu viku að samþykkja útboð þennan nýja miðborgarleikskóla sem fór í gegnum samkeppni og á svæði sem að hér eina tíð var uppnefndur í fréttum Sprautunállaróló fyrir aftan Austurbæjarbíó. Var ósanngjarn nafngift en við töldum af ýmsum ástæðum að þetta vera frábært svæði fyrir nýja leikskóla og þetta verður geysilega skemmtileg hönnun. Við höfum síðan aðeins verið að vinna með svæði og bæta við leiksvæðum. Það ekki áberandi mikið af leiksvæðum í miðborginni og búa til svona ungbarnagerði og ýmsar tilraunir. Svæði til svona hreyfingar eins og í Mæðragarðinum sem kom upp síðastliðið sumar og brettagarð út á Miðbakka fyrir aðeins eldri krakka til þess að sjá hvort að þessi svæði geta virkjast fyrir mismunandi aldurshópa og svo tökum við stöðuna, færum okkur til ef að það gengur ekki nákvæmlega eins vel og við vildum eða höldum í og gerum betur. Austurbæjarskóli grunnskóli miðborgarinnar, það áberandi fjölbreyttur nemendahópur og skólastarfi tekur mjög mið af því. Það hefur verið á fleygiferð í þróun og það núna rúmlega 400 nemendur í Austurbæjarskóla og þar áberandi að það mikil framþróun í starfinu og í árangri starfsins þegar það metið og borið saman við árangur í öðrum skólum. Við leystum til okkar Vörðuskóla. Það var gömul viljayfirlýsing það að við hefðum kauprétt, að borgin hefði kauprétt á Vörðuskóla, leystum hann til okkar með framtíðarþarfir í huga, að hefja viðgerðir þar. Við sjáum sem sagt fyrir okkur að með Hlíðarendanum og með annarri uppbyggingu þá þurfum við að vera búin undir það að börnum fjölgi á svæðinu, við viljum taka vel á móti þeim. Það ekki alveg búið að botna nákvæmlega nýtingu Vörðuskóla. Við erum í samráði núna við nærlægt skólahverfi, meðal annars þá svolítið framsæknu hugmynd að þetta verði safnskóli á unglingastigi, þar sem krakkar úr Hlíðahverfi, Háleitiskverfi og Austurbæjarskóla myndu sameinast í einn skóla sem hefði til dæmis áherslu á skapandi greinar. Það skiptar skoðanir þetta og við höfum eftir að botna samtalið. En Vörðuskóli hefur ekki verið í góðu ástandi, þannig að fyrsta skrefið að gera skólahúsnæðið upp á meðan við eigum þetta samtal við skólasamfélögin. Ég nefndi frístundastarfið áðan. Það gríðarlega fjölbreytt og nær til aldurshópa sem sem á grunnskólaaldri. Við erum með frístundaheimili sem fyrstu 4 bekkirnir, svo klúbbastarf og síðan unglingastarfið. Það ótrúlega margt sem hefur bæst við í þjónustu við grunnskólabörn bara á síðustu 20 árum. Það heitur matur í öllum skólum núna, það frístundaheimili í öllum skólum, það 10-12 ára klúbbar í öllum skólum. Þetta var bara ekki til fyrir 20 árum. Við erum líka með í raun rútur sem að gera það kleift að krakkarnir fari úr sínu frístundastarfi í íþróttastarf innan í raun hins hefðbundna skóladags. Áður þurftu foreldrar að sækja krakkarna í skólan, fara með á íþróttastarfið, hafa þau þar kannski milli 5 og 6 og síðan sækja þau aftur, og þetta hefur stytt vinnudag barna sem gríðarlegt lífsgæðamál bæði fyrir börnin og fjölskyldur. En þetta myndir úr starfi Tjarnarinnar og vorhátt í Austurbæjarskóla sem hefur fallið niður 2 ára í röð, en ég heyrði á fundum íbúaráðinu áðan að verði núna á þessu vori. En eins og ég sagði áðan þá heilmikil þróunarverkefni sem of langt mál að fara yfir, en allir sem fylgjast með skrekk, og það gera þetta margir sjá að Austurbæjarskóli einkennis meðal annars að mikilli sköpun. Það sem að í raun kristallar skólastarfið menntastefnan, og
leiðarljós hennar, þó og það voru þúsundir manna sem koma að því að leggja í púkk, var þetta mótana. Við fengum alþjóðlega sérfræðinga og sannarlega innlenda og erum ennþá að vinna með menntavísindasviði og að því að fylginni eftir. Að láta draumana rætast megin markmið menntastefnu Reykjavíkur. Þá eigum við það að markmið skólastarfs og markmið frístundastarfs að kveikja neistan hjá hverju einu barni, að það finni sína styrkleika og geti gegnum skóla- og frístundastarfið þroska þá og unnið gegn veikleikum sínum. Þetta finnst mér ofboðslega skýr sýn og þeir sem hafa kynnt sér menntastefnuna ítarlegar átt að sjá því að hún síðan dýpkuð í marga aðra þætti. En það auðvitað ýmislegt í umhverfinu hér sem að styður við gott mannlíf og margvísleg þjónusta. Borgarbókasafnið eitt af því og þar auðvitað mjög margt vel gert í Grófarhúsinu eins og við þekkjum það í dag. Það mjög vel sótt að mörgu leyti. En við ætlum enga síður að gera betur. Já, þeir sem ekki hafa komið nýlega inn í Grófina ætti að gera það því að þar alltaf einhver þróun í gangi. En við erum búin að vera með flugráð í gangi og út af hvað gengur það? Jú, það gengur út af það að við erum búin að byggja við Grófarhúsið og viljum núna þróa það sem nútíma bókasafn og útfæra það sem nokkurs konar hús orðsins í öllum skilningi þess. Þannig að það verði hús fyrir allar kynslóðir, það verður svo kyrrð sem við getum sótt í bókasafni en líka leikur og eitthvað óvænt og til þess að laða fram bestu hugmyndir þetta að þá erum við með í gangi 3 þrepa samkeppni. Við erum með alþjóðlega samkeppni útfærslu á þessu verkefni sem í gangi núna og niðurstaðan ætti að liggja fyrir síðar á þessu ári. Og svona í vinnuskissum að þá bara svona imbrað á því að þarna gamalt pakk úr sambandsins með þessari svona 90s klæðningu utan af og við gerum ráð fyrir því að færa útlitið til upprunalegra horfs, kannski opna upp á þak og hleypa fólki þar út og það verður mjög spennandi að sjá hvernig unnið verður með þetta. Nú Borgarsögusafnið sem heldur utan mörg safn í Reykjavík eru sannarlega hér með ljósmyndasafn þarna á efstu hæðinni í Grófarhúsinu. Þannig vorum við að veluna ljósmyndir ársins bara síðustu helgi. En það líka landnámssýningin í Aðalstræti sem að springa núna út með blóma því að til viðbótar við landnámssýninguna sem þar í kjallara að þá keyptum við elsta hús borgarinnar, Aðalstræti 10, þar sem verið að setja upp sýningum þróun borgarinnar. Og það var gert ráð fyrir því þegar landnámsskálinn var byggður upprunalega að það væri að tengja neðanjarðar þetta elsta hús og landnámsskólann. Ég fór að skoða þetta í dag sem hluta af ferðavikunni hér og það verður mjög spennandi að sjá þetta. Opna 7. maí með sýningu Reykjavík og þróun Reykjavíkur og það meðal annars alveg ótrúlega fallegt líkan af Kvosinni og Aðalstrætinu, gamla Fjalakettinum og húsunum þar í kring eins og þau voru 14. september 1906. Nákvæmlega þá, akkurat þann dag, 14. september 1906, voru húsin svona og ég skora okkur að fara að kíkja á þetta. Þarna erum við að lyfta sögu borgarinnar á þessum stað sem auðvitað hjartað en líka í mikilli breytingu. Og þetta landnámssýningin eins og hún núna. Þarna Aðalstræti 10 en þarna búið að gera ansi skemmtilega hluti úr þessu. Nú, við erum síðan að lyfta menningar minjum víða, Steinbryggjan sem kom í ljós inn við Tryggvagötu, að hún hefur núna fengið verðugan sess og þar svo rómantískt að sitja. Mér sýnast pör svona bara einhvern veginn náttúrulega að byrja að kyssast. Og þið skulle athuga næstiði labbið þarna fram í að það fá okkur pilsu. En þetta sem hluti af þessari bryggju hér sem
eiginlega upphafið að vexti borgarinnar þegar það var farið að gera hér alvöru höfn. Og við erum að reyna að merkja merkilega staði sem eru þetta hér á hverju horni með þessum skiltum sem að Borgarsögusafn hefur verið að setja upp. Gerðum upp Gröndalshúsið þar sem að við höldum hlýju í því í samvinnum við Bókmenntaborgin og Rithöfundasambandið. Við hliðina á Grófarhúsinu er Hafnarhúsið. Þar hefur Listasafn Reykjavíkur rekið alveg gríðarlega blómlega starfsemi í 40% hússins. Við vorum að kaupa hinn 60% fyrr í vetur og það í tengslum við það að Una Dóra Kopley, dóttir Nínu Tryggvadóttur, gaf risastórt safn verka hennar og önnur mjög merkileg verk, alls 1500 eða hátt í það, og húseignir á Manhattan og við erum að fara í samkeppni útfærslu á Hafnarhúsinu öllu sem húsi myndlistar. Þar á meðal safn Nínu Tryggvadóttur og síðan í Tollhúsið þarna við hliðina á kemur Listaháskóli Íslands. Þannig að við erum að fara að sjá alveg ótrúlega spennandi breytingu þarna í Tryggvagötunni með hús orðsins Grófarhús, hús myndlistar sem Hafnarhúsið og Listaháskóla Íslands sem Tollhúsið. Og þannig að við erum í raun að segja með þessu að þegar við erum að þétta, þegar við erum að fjárfesta, þegar við erum að fjölga á svæðinu, að þá viljum við leiðinni fjárfesta í hverfunum, lyfta menningu, búa til almenningsrými fyrir almenning, borgarbúa og fólk og gesti borgarinnar og menningarstofnanir okkar eru auðvitað alveg ómetanlegar í þessu. En það ekki bara list inn í húsum, þau eru líka út í umhverfinu og ég vildi bara auglýsa hérna útilistaverki Reykjavík sérstakt app sem þið geti hlaðið niður í símann þegar að fara borgina eða viljið kynna ykkur betur verkin sem verða á vegi ykkar eða uppgötva verk sem þið vissuð ekki af. Ég ætla nú ekki að segja talandi lífsnautnir en bara aðeins að skjóta því að í kjölfar þess að það fréttist af því að ÁTVR hafði auglýst eftir nýju húsnæði og fekk álitlegt tilboð hér á Grandanum, þá voru miklar ágjur að miðborgin yrði þurr. Ég veit ekki alveg hvort að það hafi verið á rökum reist en ég átti góðan fund með forstjóra ÁTVR og niðurstaðan úr því var að ef að semst vínbúð hér á Grandanum sem verður stór, að þá verður þessari vínbúð ekki lokað nema þá að í staðinn komi 1 til 2 minni á miðborgarsvæðinu sem verður þá aðgengilega fyrir þá sem eru gangandi og hjólandi. Þannig að þessu svæði sem eru margir sem búa hérna, ennþá fleiri sem vinna hérna og gríðarlega mikið af ferðamönnum. Og ég að vona að þetta verður reyndar hluta nýrri hugsun í ÁTVR að vera með minni búðir í svona hverfiskjörnum og styðja þannig við aðra verslun. En þetta var það. Ég ætla aðeins að nefna hérna samgöngurnar. Það auðvitað mjög mikið í undirbúningi þar, meðal annars borgarlína sem á að verða frábær valkostur fyrir fólk á höfuðborgarsvæðinu til að ferðast hratt og vel á milli staða og meðal annars inn í miðborgina þar sem mjög margir auðvitað eiga leið og ég segi stundum að til þess að skilja hvað við erum að reyna að gera í aðalskipulaginu þá þurfum við að átta okkur á því að megin kannski eitt megin vandamáli í borginni að við búum svo mikið útjarðunum og vinnum svo mikið miðsvæðis að það er allir að keyra á sama tíma inn á við og svo út á við seinnipartinn og þennan balans viljum við leiðrétta og gera almenningssamgöngur og aðra ferðamáta en það var á bíl eins álitlega og hægt líka fyrir þá sem ætla að vera áfram á bíl að létta á umferðinni. Við erum að fækka bensínstöðvum með samningum við olíufélögin. Við erum reynda með flestar bensínstöðvar bara á byggðu ból í heiminum þannig að þeim máttun alveg fækka og við ætlum að reyna að fá eitthvað sem þá hverfistengt þjónustu og íbúðir í staðinn. Við erum að lækka hraðan samkvæmt sérstakri hámarkshraðaáætlun sem byggir á greiningu á því hvar það mikilvægast og best og það nú mjög víða.
Við viljum ekki mikinn umferðarhraða inn í íbúðahverfum og þar sem hann þarf að vera einhver viljum að hann sé ekki meir en svo að hann ógni líf og limum þeirra sem þarna búa og erum auðvitað sérstaklega að hugsa svæði í kringum skóla og börn og það búið að áfangaskipta þessum breytingum og það eru þó nokkrar götur sem tengjast miðborginni þar sem að hraði verður lækkaður og í næstu áfangum koma fleiri. Þetta ítarleg áætlun sem hægt að kynna sér með rökstuðningi á vefnum og þetta líka sett svona upp í myndum. Ljósi græni liturinn 30 km og aðeins dekkri 40 og þar fram eftir götunum. Þetta annar áfanginn. Það eru þetta gríðarlegar breytingar í samgöngumálum, mjög spennandi. Rafskúturnar eru eitt, við erum svolítið að læra á þær og það svo margt sem þannig í borginni að við þurfum að læra að taka tillit hvort til annars og við erum öll hér saman og rafskúturnar er eitt af því. En við vorum að taka þátt í að kynna hér deilibílalegu líka daginn sem á að gera þeim kleift sem að vilja vera bíllausir en þurfa bílstundum. Kleift að leigja þá til skemmri tíma og það verður spennandi að sjá viðtökurnar við þessu vegna þess að víða í borgum að þá eru deilibílar hluti af því að styðja við bíllausan lífstíl fyrir Costco-ferðirnar okkar eða hvaða nú er. Við erum að vinna eftir hjólreiðaáætlun sem nær til allrar borgarinnar, bæði þegar við erum að taka gegn götur en líka sérstaka stíga og hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er heildstætt hjólastíganet allt höfuðborgarsvæðið og þannig að núna erum við að setja kannski 1,5 milljarð á ári í hjólastíga, þá kemur það ýmist af hjólreiðaáætlun borgarinnar, samstarfsverkefni með ríkinu í gegnum hjólreiðasáttmála eða í tengslum við önnur verkefni eins og stofnbrautir upp á Kjalarnesið, upp í Elliðaárdal og saman gerir þetta heildstætt verkefni. Og miklu meiri kraft en nokkur sinni áður í að fjölga góðum hjólastígum. Aðeins varðandi verkefni sem voru mjög áberandi fyrir COVID sem var að tempra áhrif til dæmis rútubílaaksturs og ferðamennsku inn í þéttustu íbúabyggðinni. Að við bönnuðum þá stórar rútur á stórum svæðum og vorum að fá þá ábendingu frá íbúaráði miðborgar og Hlíða að það væri komin tími til þess að fara yfir þessi mál aftur núna þegar ferðamennskan er að aukast aftur og það var tekið vel í það á fundi skipulags- og samgönguráðs bara núna í morgun. En eins og þið munið að þá var dálítið mikill hvellur á sínum tíma þegar við gerðum þetta. En ég held að ríkið hafi sest og rútufyrirtækin hafi samþykkt að þetta væri skynsamlegt því að ef við ætlum að vera öflug ferðamannaborg að þá skiptir mjög miklu máli að borgaryfirvöld á hverjum tíma séu tilbúin að stíga inn í svona mál og stemma stigu við einhverju sem er komið út í öfgar í þróun og það getur verið hvort sem það er rútur eða Airbnb eða hvað það nú er til þess að þetta sé ekki á kostnað lífsgæða íbúa sem að búa í viðkomandi svæðum en auðvitað er alltaf galdur að búa í borg og rúturnar eru einhvers staðar og það þarf þá að reyna að stýra því. Ég ætla að fara á Þeysireið yfir framkvæmdir og skipulag. Við sjáum eitthvað sem við getum kallað nýja Reykjavík birtast víða. Það er sumstaðar meira áberandi en annað. Ég hef verið að fjalla svolítið Tryggvagötuna sem er þá orðin svona núna og það verður ótrúlega gaman að sjá hana springa út í sumar. Veitingastaðirnir þarna á horninu eru þegar komið áformum að setja út borð og stóla og svona einhverjar ég vona ég megi segja sólhlífar frekar en regnhlífar en kannski verða það bara svona hvort ekki senn og virkja þetta almenningsrými sem er þarna orðið til. Við munum hvernig Hlemmur var og hann er meira svona núna, hann hefur haldið ótrúlega vinsældur sínum jafnvel í gegnum COVID og í borgarráði núna erum við að bjóða út fyrsta áfangan af umbreytingu Hlemmtorgs, það er sérstakt erindi það hér á eftir. Við erum sem að fara í framkvæmdirnar hér frá
Laugavegi inn að Hlemmi og hér frá Bríetatúni og inn að Hlemmi og þetta allt saman tekið í áföngum en umbreytingarnir í borginni eru býsna miklar. Hér eru leifar af hraðbraut á annarri hæð sem átt að fara hér í gegn þar sem við byggðum við Grófarhúsið þar sem var bílastæði áður og átt að strauja Grótaþorpið með öflugri götu sem betur var nú hætt við það. Svo var þetta nú svona býsna lengi eftir að rampinn var fjarlægður orðið svona núna og þetta bara hluti af umbreytingum í borginni, þannig gamla fiskhöllin sem leit svo illa út að sumir svo þetta rífa hana en við sögum nei, við skulum heldur endurbyggja hana og alveg dásamlega falleg í dag og við byggum til svona og hönnuðurnir okkar Naustatorg hérna fyrir framann sem að og nú opna nýja veitingastað þarna á horninu í gamla hafnarhúsinu eða Hafnarhvoli. Við höfum svolítið víða verið að byggja á bílastæðum. Þetta eitt fyrir aftan Laugaveg 77 og það lítur svona út. Ég veit ekki hvort mér leyfist að sýna þetta plan því að ég hef komið að mörgum ákvörðunum í borginni á undanförnum árum en ekki þessari að því að ég bý þarna við að þá ég hef vikið af fundum. Ég vona að það sé ekki þessuna sem þetta svona sérlega vel heppnað. Þetta hefur alltaf verið vinsælt síðan Óðinstorg opnaði. Eins og reyndar þetta torg sem að fólk nánast þekkir ekki lengur en svona var þetta árum og áratugum saman hjá Bæjarins bestu og það var svo áhugavert að þegar var kynnt deiliskipulagið fyrir Hörpuna og Hafnatorgið og hótelið og það sem núna að verða höfuðstöðvar Landsbankans þá var mótmælt gríðarlega en bara einu atriði. Það mátti lesa skipulagsuppdráttin þannig að Bæjarins bestu var að fara. Þannig að það var eins og fólki væri sama allt annað en ekki Bæjarins bestu þannig að það var komið til móts við það og Bæjarins bestu þarna í dag en torgið hefur sannarlega breytt svip. Þarna Steinbryggjan og þessi vegkantur sem að núna nýtur sinn inn í Hafnatorgi. En þessa mynd hafa kannski fáir séð. Hann heitir Rafn og býr í Kópavogi sem að tók þessa mynd 1980. Þetta eiginlega bara í gær. Þetta sem á meðan þetta svæði var athafnasvæði hafskipa. Þetta nefnilega sama svæði við vorum að horfa á þann. Hér Eimskipshúsið, hér Tollhúsið og hér Hafnarhúsið og hér hafskip og svona þetta í dag. Þetta svæði líka bara rétt að klárast og rétt að virkjast þannig að þarna verður mjög áhugavert að sjá lifandi jarðhæðir í sumar því að ég ætla að fara að sýna ykkur hvað verður á sumum að þessum jarðhæðum á myndunum. Það nefnilega uppbygging út allt í Reykjavík, ekki bara í miðborginni en við komumst ekki yfir að fara yfir allt þannig að við fókuserum á miðborginna. Það eru mjög víða verið að klára stíga og frágang við götur. Við fylgjum eftir frágangi fyrir utan byggingar þegar verið að ljúka þeim. Það verður líka tekið fyrir hér svona varanlegri hátt, gatnamót Frakkastígs og Laugavegs. Það eru ekki allir sem að horfa á einhvern veginn merkingarnar, svolítið svipað og við gerðum með Skólavörðustíginn. Við erum að fara að gera Hljómskólagarðinum til góða. Við verðum með svona álagsþolna viðburðarflöt. Ég veit ekki alveg hver bjó til þessi hugtök, en pælingin svo að grasið tróðist ekki niður þegar það eru tónleikar og það verður skipt jarðveg á svæðinu og drenlagnir þannig að þetta sé ekki blautt og eyðileggi gróðurinn, upphækka svið og akstursleið inn á svæðið fyrir aðföng að þessu þannig að Hljómskólagarðurinn verður svona svolítið græjaður upp þannig að hann þoli álagið og svo verið að vinna heildarskipulag og stefnumörkum fyrir garðinn. Þetta torg verður farið í núna í sumar, þetta Káratorg, hérna Reykjavík Roasters og við erum búin að vera eins og svo mörgum öðrum svæðum verið að prófa okkur áfram með torg í biðstöð og nú er komin endaleg hönnun og maður á ekki að vera að sletta en þetta lítur næs út og ég held að þetta muni draga sér mannlíf. Við erum að endurgera
leikskólalóðir, meðal annars við Tjarnarborg, og síðan verður fjallað hér á eftir Lækjartorg og við vorum að ljúka samkeppni það. Ótrúlega spennandi niðurstöður. Við erum mjög víða í viðhaldi fasteigna. Ég get ekki rakið það allt, en það í stuttumáli bara mjög víða og við erum að undirbúa samkeppnum Grófarhús eða öll heldur erum í henni miðri. Það verið að huga sérstaklega gömlu skólanum okkar, Vörðurskóla og Austurbæjarskóla, meðal annars út frá aðgengi og bjóð út þennan miðborgarleikskóla sem ég nefndi áðan. Enn meiri þeir verður nýjar íbúðir sem tengjast miðborginni. Við færum okkur hérna frá Gamla Garði þar sem flutt inn í 70 íbúðir, í Austurhöfn eru aðrar 70, á Bergþórugötu 10-12 eru 18, á Hverfisgötu 92-29 og Laugavegi 145 voru að bætast við 11 íbúðir og Nýlendugötu 7, á Framnesvegi 9. Þarna verður ein íbúð á efstu hæðinni í þessu nýja húsi. Ef við labbaðum þarna framhjá á Skólavörðustykknum þá þetta nú bara dálítið laglegt. Það voru svolítið áhyggjur þegar þetta var rifið eða heila hrundi þegar voru að hreyfa sig eitthvað þarna. Inn á Skúlagötu 26 hefur verið framkvæmdastopp en þarna verður blanda af íbúðum og hótelturni, síðasti turnin þarna verða tæplega 30 og Hverfisgötu verið að klára þessa reiti og mun líta svona út. Þetta í raun gömlu húsin, það bara leyft að hækka þau í sumum tilvikum. Snorrabrautin líka að fara í gegnum mjög mikinn umbreytingafasa. Þar eina af bensinstöðunum sem við sömdum að ætti að fara og koma þá falleg borgarhús í staðinn. En það byrjað að vinna þarna á Snorrabraut 60. Það hús verður með 35 íbúðum og verður með þjónustu á jarðhæð. Frakkastíg 1 var samkeppni grænar lóðir. Þetta ekki endanlegt útlit. Alls ekki, því að þarna var að vera að kynna tillögu sem tekur mið af svona lágu kolefnisspori. Á Vatnsstígsreiti verið að byggja upp, þar líka mátti rífa gömul hús sem verða endurbyggð en það var leyft að rífa á baklóðinni og þarna bætist heilmikið við eins og sjáum á hér. Það líka bætast við í bil á Njálsgötu og í 1 bil á Bergþórugötu, 3 íbúðir. Svo eru aftur komin á Snorrabraut. Þið fyrirgefið svona þetta hraða ferðalag. Þarna eru 40 íbúðir sem verða þarna fyrir aftan gamla sem sumir kalla Óshúsið en aðrir kalla Ost- og Smjörsölun, ekki satt. Svo víða verið að bæta við Laugaveg og í raun austan við Hlemm eins og á Heklureit. Í aðalsæti 9 sem hluta af í raun því sem hafa kallað hótelreit, að þá verða líka íbúðir sem snúa út að Ingólfstorgi. Efst á Hverfisgötunni heilmikil umbreyting. Þar verið að bæta við 12 íbúðum á einum stað og 36 á öðrum. Þetta var hótel, núna breytast í íbúðir. Þetta sjáum við víða. Svona hótel sem kannski ekki gengur alltaf vel að verða íbúðir oft í leigu. Á Ægisgötu 7 að koma 23 íbúðir. Þetta nú tvítekinn Frakkastígurinn, Vesturbuktin, það verkefni vonandi að fara af stað. Og á Vatnsstíg umbreyting, þar stúdentar að fjölga námsmannaíbúðum 12. En ef við horfum aðeins víðar og út á Vatnsmýri, að þá Háskóli Íslands að vinna að rammaskipulagi fyrir sitt svæði sem tekur mjög spennandi mið af borgarlínunni. Við sjáum að borgarlínan mun tengja saman Vatnsmýrasvæðið og Landspítalann á mjög skemmtilegan hátt og gríðarlega margt sem að gerast þarna, auk þess sem að hér þegar Miklabraut fer í stokk að þá verður mjög spennandi þróunarsvæði fyrir borgina. Við sjáum fyrir okkur að
uppbygging og þróun samgöngumiðstöðarreits, gamla BSI-reitsins fara af stað núna á næstu árum. Það verður aðeins beðið eftir stokkaútfærslu og borgarlínunni en fer núna á fullt. Landspítalinn auðvitað á fullu. Þarna kannski stærsta hola landsins og það búið að setja þarna ofan í mestu steypu landsins en þetta verður gríðarlega umfangsmikið. Við verðum með sérstakan fund hérna á föstudaginn. Við sjáum það að vera að setja upp sýningu hér með módulum meðal annars á Landspítalanum sem sýna þetta og verður hér á föstudagsmorgun. Við munum færast nær Kópavogi. Já, ég veit að einhverju gretta sig en ég held að það verður bara spennandi. Kársnesi verður eiginlega breytist í háskólahverfi með brúnni sem hefur fengið alda og yfir Skerjafjörðinn og verður fyrir borgarlínu gangandi og hjólandi. Og nýji Skerjafjörðurinn verður það rétt hjá, líklega eitt grænasta hverfi sem hefur verið skipulagt í borginni og þar verið að úthluta fyrstu lóðunum bara þessar vikurnar og verður mjög spennandi að sjá það verða að veruleika. Eins og við höfum séð ótrúlega umbreytingu á háskólasvæðinu. Þetta vísindaþorpi í Vatnsmýri á Vísindagarðar 1. Hér eru konir mörg 100 manna vinnustaðir í hvert húsið á fætur öðru. Alvogen og Alvotech hér og svo Gróska hérna. Sjáum það hér. Þetta stærsta frumkvöðlasetur landsins, höfuðstöðvar CCP og bara upp á stærðargráðinu. Þetta eru 70.000 fermetra, það cirka hálf kringla og fullt af fólki á allstað á öllum aldri sem að vinna nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi, vinna á sprotafyrirtækjum og svo framvegis. Þetta þetta líka world class. En þá vippum okkur aftur hingað. Nei, þetta reyndar Vera sem hluti af Grósku ef ég kann þetta rétt og að fara að opna. Þetta einhvers konar mathöll. Nú Alvotech að byggja við sig og þetta nú komið upp úr jörðinni og að klárast. Hús Íslenskunnar líka að taka á sig mynd og þetta nokkurn veginn staða núna á eftir að breytast það því að koparinn mun skipta lit. Hinum megin Vatnsmýrinnar Landhelgisgæslan að byggja yfir þyrlurnar sínar. Landsbankinn að rísa og að fá þessa svona steinuðu klæðningu sem var boðuð og hún komið býsna langt hér og þetta mun opna í lok eða þar segja að það verður flutt þarna inn í lok þessa árs og mun líta út svona og það verða almenningsrýmið þarna meðal annars getur farið upp tröppur eða skáa upp á aðra hæð og setið þar úti á góðum dögum. Við fáum hlemm hér á eftir í sérstakri kynningu þannig að ég dvel ekki mikið við það. Né heldur Lækjatorgið sem verður sérstaklega kynnt. Hafnarhúsið nefndum við áðan og Grófarhúsið, Tryggvagötuna og Hafnarhúsið. Hér verður þá þessi veitingastaður sem að Haraldur Þorleifsson að setja á stofn með litlu kvikmyndahúsi í nafni móður sinnar ef ég kann þetta rétt. Alþingi að byggja hér hinum megin við. Þannig að víða verið að fylla í skörðin. Stjórnarráðssveiturinn, þarna var farið í skipulagssamkeppni og heilmikil plön mér heyri stjórnarráðið vera að endurhugsa sín mál, verða líklega með einhver ráðuneyti inn í Landsbankahúsinu, leigja sig þar inn eða kaupa eitt hluta þess hús og munu þá væntanlega draga úr uppbyggingu sínu á þessum reit. En viðbygging stjórnarráðsins þar að forsætisráðuneytisins verður væntanlega að veruleika nokkurn veginn svona. Þetta byggir líka á samkeppni. Þá að fara að gera umbætur í húsnæði Menntaskólans í Reykjavík og það á að setja upp nokkur stykki mathallir í Kaffi Reykjavík, Vesturgötu 2. Að það búið að boða mathöll, það búið að boða mathöll í Pósthúsinu sem að verða og Pósthússætið nú að verða eitthvað svona gúrmegata Reykjavíkur og svo það Hafnatorgið, þar áætlað að opna í vor 7 veitingaeiningar með sameiginlegu þjónusturými og setursvæði, veitingastað, 4 verslanir og þetta að opna á þessu vori.
og þetta hefur fengið nafnið Hafnartorg Gallerí og þetta eru svona útlitsmyndir það hvernig þetta mun líta út og ég held að þessar myndir hafa bara aldrei komið fyrir augu hvorki minni almennings fyrr en bara núna en það eru ekki langt í vorið og þá erum við eiginlega komin hérna alveg út í Austurhöfnina. Þetta hótelið, Edition hótelið sem núna komin eiginlega í fullan rekstur og búið að ráða mörg hundruð manns. Að opna næturklúbb í kjallaranum og þakbar á þakinu og ég held að spaið sé komið á fullt. Það verið að vinna frágangi líka á Landsímareitnum á hótelinu sem verið að innrétta þar. Það verið að endurgera gamla NASA-salinn, sjálfstæðishúsið í því húsi, í því sem næst í upprunalegri mynd, en þó þannig að rýmið algjörlega hljóðeinangrað, þannig að aftur verður hægt að halda tónleika, þó að stærstu hluti af þessu verði hótel sem lítur ekki alveg svona út. Þetta komið ennþá lengra og reyndar ennþá lengra en þessi mynd sýnir og það verður opið þarna í hádeginu á föstudaginn fyrir þá sem hafa áhuga á að kíkja aðeins á þetta. Þá að leggja hornstein að Hótel Reykjavík Saga hérna úti í Lækjargötu bara núna strax eftir páska. Þar á að reyna að klára þeir segja síðsumars eða allavega á þessu ári. Þetta verða 130 herbergi og það verið að vinna að ýmsum frágangi. En það sem svolítið merkilegt þarna var komið niður á í raun rústi frá landnámi og það verið búið þær þannig að það verður eiginlega safn inn á hótelinu fyrir þá sem áhuga hafa og þetta tengir sig þarna við næstu hús líka. Ég sagði ykkur frá hótelinu á Barónsreit eða þarna við Skúlagötuna, þar sem eru líka 30 íbúðir. Þarna býsna þekktur breskur arkitekt að spreyta svo því að gera síðasta turnin við strandlínuna. Center Hotels eru með smávægilega stækkun og Laugavegi 12B. Herkastalinn, það verið að innrétta hann og þar verða veitingarými á jarðhæðinni. Það verið að taka gamla kirkjuhúsið í gegn, það verður með lifandi jarðhæðum og skrifstofuhúsnæði á efri hæðum. Og nú getur glatt ykkur með því ég eiginlega búinn að fara yfir öll svona meira háttar þróunarverkefni í miðborginni en þetta nú bara ástæðan fyrir því að þetta voru næstu 240 glærur. Það bara ótrúlega mikið í gangi, það hugur í geysilega mörgum en það sem mér finnst áberandi við mjög margt að í fyrsta lagi að áður en þetta fer á stað þá erum við öll svolítið kvíðin. Býtu, hvernig mun þetta koma út? Verður þetta ekki alveg hræðilegt? Svo þegar þetta birtist, þetta nú kannski ekki svo galið. Og þegar þetta fyllir svo á fólki og mannlífi og slíku, þá held ég að við munum læra að elska flest þessi verkefni. Bara hér í lokin að nefna að í verkefni Hverfi mitt sem hverfakostning, þar sem íbúar leggja fram tillögur og kjósa á milli þeirra, það voru 11 verkefni sem urðu hlutskurpust í miðborginni og þau voru bara mörg býsna skemmtileg og góð og þar sem að koma svolítið sterkt inn áhersla á lýsingu og svona að nostra svolítið við þessi svæði sem við eigum og þykir vænt en auðvitað eru mörg dæmi mjög vel heppnuð verkefni líka frá undanförnum árum. Og 11 verkefni í miðborginni. Vinsælasta hugmyndin í ár var reyndar æslabelgir. Þeir eiginlega sló í gegn í flestum hverfum og verða 13 í Reykjavík. Þannig að þið getið bara farið úr skónum einhvers staðar og svo bara hoppað í gegnum borgina á þess að snerta jörð. Þegar kemur svona rosalega romsa að þá líður mann eins og það sé ekkert heildarsamhengi og það sé bara verið að gera alls konar og það þetta rétt að vera að gera mjög fjölbreytta hluti. En allt þetta hluta því að þróa borgina í græna átt. Við erum að reyna að flýta fjárfestingum sem að taka okkur í gegnum í raun COVID-samdráttin og ávarpa loftslagsmálin á sama tíma. Við köllum þetta einu nafni græna planið. Þannig að fléttast í hendur atvinnuuppbygging, íbúðauppbygging
og innviðauppbygging sem styðja við þessi markmið skiptist í fjölmargar aðgerðir og þetta allt saman til heilmikil plögg. Við erum að fjárfesta til framtíðar og á grundvelli aðalskipulag sem svona langtímasýn og eiginlega efnahagsáætlun í leiðinni að þá erum við með heildarsýn fyrir borgina og svo tökum við sýnum úr aðalskipulaginu og heimfærum upp á einstök hverfi og gerum það í svona hverfi fyrir hverfi, byrjuðum í Árbæ, svo Breiðholti og svo koll af kolli. Miðborgin flóknust, það verður bara viðurkennast, það bara flóknast bara mjög mörgum ástæðum út af þessum sögulegu byggingum og bara þessu gríðarlega atvinnulífi. Það engin blettur á Íslandi sem aflar nándanærið eins mikilla gjaldeyristekna eins og miðborgin. Bara það kemst engin með tærnar þar sem miðborgin hefur hælana í því að afla samfélaginu tekna og skapa velsæld. En það líka allt ég segi ekki á suðupunkti, það bara allt í gangi alls staðar og miðborgin verður tekin fyrir þegar þar kemur. Mér minnir að það sé stefnt að því að hefjast handa á næsta ári en við sjáum það að því það svo mikið samtal í hverfunum einstakar lausnir og þá getur þetta tekið tíma og það betra að vanda sig. Þannig en það verður mjög spennandi að fara í hverfaskipulag fyrir miðborgina. Ég ætla að segja að lengri var þessi nú yfirferð ekki. Hún nú búin að vera nóg samt en að endingu bara þakka ég fyrir. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð, Dagur. Maður tekur örugglega smá tíma bara hreinlega að ná utan þetta allt saman. Þannig að við gefum okkur bara góðan tíma til að melta þetta og kannski kveikna einhver spurning hjá okkur á meðan að Dagur var í þessari yfirferð og þá getið þið komið með hann á eftir. En næst þá ætlum við að sjá myndband þar sem að Þórey Vilhjálmsdóttir íbúi í miðborginni ætlar að leiða okkur hverfið. Miðbærinn svona, ég myndi segja, það gerist einhvern veginn allt í miðbænum. Það svona hjarta borgarinnar. Ég get farið út og ég gengi nokkra mínútur á þess að hitta nokkuð sem ég þekki. Það líka þessi flóra af veitingastöðum og bakaríum, kaffihúsum og allt þetta. Þetta auðvitað alveg ótrúlega lífsgæði. Að geta bara, svo hjá mér, ég bara 2 mínútur í æðislegt bakarí í Brauð og Kó og ég bara 1 mínútu fyrir frábært kaffi á Roosters og svo eru bara nokkrir mjög góðir veitingastæðir sem innan við 5 mínútur að labba. Ég get alveg valið nokkra. Að það eiginlega ekki að segja það svona fólk. Vegna þess að það svo margar tegundir af fólki sem býr í miðbænum. Og mér finnst það mjög gaman að búa í hverfi þar sem þú getur ekki sagt það svona fólk sem býr í þessu hverfi. Kannski sameinar fólki að það meina lífsstíl. Held ég að það vill hafa líf í kringum sig, svo við viljum vera einhvers staðar þar sem fólk og það sem ekki kannski alltaf sama fólki líka. Perlur í miðborginni, fyrir mér til dæmis Laugavegurinn orðin algjör perla eftir að það var lokað fyrir umferð á Laugaveginn. Ég elska að labba þar. Ég labba þar á hverjum morgni þegar ég fer til vinnu og svo síðdegis þegar ég kem úr vinnu. Frakkastígurinn, það bara, þú ert að horfa niður á sjóinn og sólfarið og svo horfir upp á Hallgrímskirkju og ég svo oft farin að stoppa því ég alltaf að sé fólk stoppa og taka myndir og þá ég farin að já, þetta auðvitað bara dálítið skemmtilegt hér, þessi sýn af því að við erum svo vön þessu og við löppum bara framhjá og svo auðvitað þarna blanda saman bæði þessi, þú veist, að sjá þessi falli og kennileiti og svo geta farið og fengið sér gott kaffi á Roosters og farið í Brauð og Kó og fengið sér góðan snúð og labba svo niður og fengið sér kannski Valdísi góðan ís. Þannig að það hægt að bara gera rosalega margt á Frakkastígnum. Einn af mörgum kostum við að búa í miðbænum að vera svona nálægt menningunni. Það auðvitað yndislegt að geta labbað í leikhúsi, geta labbað á söfn og þú veist, þegar maður svona á helgar sem við erum bara í bænum, þá svo gaman að geta labbað í farið á einhverjar sýningar, fyrir miklu fleiri sýningar heldur en ég gerði áður. Vegna þess að það er svo stutt í þetta allt. Þannig að þetta mikil gjöf fyrir okkur. Já, við þökkum Þórey kærlega fyrir þetta.
og held nú að við getum flest tekið undir með henni hvað miðbærinn er yndislegu staður og hvernig maður nýtur hans bara ólíka vegu eftir því hvort að maður er til dæmis með börn eða mikið að labba eða úti með hundin eða hvernig sem það er. En það er næsti maður á svið hér og það er hann Karl Kvaran og hann ætlar að kynna fyrir okkur verðlaunatillögu Lækjartorgið, þannig að gjörðu svo vel, Karl. Takk fyrir kærlega, heyrið almennilega í mér. Já. Ég vildi gjarnan fyrst byrja að þakka borgarstjóra og öðrum þeim sem hafa komið að þessum stórum fundi. Það er náttúrulega mikilvægt að hafa svona fundi og ótrúlega jákvætt líka að geta hitt borgarbúana og spjallað og fengið hugmyndir líka frá borgarbúum. Ég kom nú ekki einn að þessu verkefni. Þetta er samstarfsverkefni hollenska stofu sem heitir Cares & Brands, sem eru landslagsarkitektar, borgarhönnuðir arkitektar og stofan sem ég stend fyrir sem heitir Sprint Studio, sem er íslenski hlutinn og þar má nefna Sarga Deri, Auður Sveinsdóttir landslagsarkitekt og Sigurður Árni Sigurðsson myndlistarmaður. Þannig að það sé allir svo taldir. En ég var ekki með 247 glærur, ég lofa því, en ég ætla að fara í gegnum tillöguna og við nefndum tillöguna Borgaralind og það er náttúrulega bæði vegna þess að þarna var lækur sem streymdi Lækjargötuna og streymdi þarna við hlið og líka vegna þess að við höfðum ekki áhyggjur en við vildum gjarnan þróa hérna í Reykjavík almenningsrými í þágu borgara og í þágu þá félagslega blöndu og annarra hluta sem gerir borgir og höfuðborgir ríkari. Þannig sýnin sem við höfum fyrst, það var náttúrulega svo að Reykjavík er margbrotnari og miðbærinn er margbrotnari en við höldum. Hann er flókinn, hann er frá mismunandi tímabilum, hann er ákveðið púsluspilin sem við kemum inn á seinna. Það eru mismunandi stílar, það eru mismunandi lífshætti, það eru bæði fólk sem býr þarna, fólk sem kemur í heimsókn, túristar. Við eigum öll einhvern hluta í miðbænum. Þarna er ákveðin saga bæði fyrir almenningssamgöngur og það er líka framtíðarsaga borgarlínunar sem mun vera þarna. Og þetta er líka ákveðin svona opnun kvosarna sem við fara einnig líka eftir. Annar mikilvægur punktur í sýn okkar var að þetta er náttúrulega samkomustaður og það er enda rétt að ef við horfum svona síðustu 20 árin þá kannski hefur við mist þessa tilfinningu fyrir Lækjartorg sem samkomustað. En þegar maður ræðir við fólk á öllum aldri þá er allir einhverja minningar og náttúrulega mikla kvennarhreyfingu sem var þarna sem við þurfum að vera stolt af, plús aðrar samkomur sem voru til staðar og vildum við endilega rækta þessa félagslegu blöndu og samkom. Eins og ég sagði áðan þá var hugmyndin að leysa ekki bara Lækjartorgið, sem sagt í rauninni var samkeppni fjallaði bæði Bankastræti fyrir ekki, Austurstræti og Lækjartorgið og fannst okkur þetta að vera tilvalið til þess að reyna að leysa ákveðið svona, ekki vandamál, en gera svona almenningsrýmið skýrara í miðbænum. Og því fannst okkur mikilvægt að í öllum þessum svona fjölbreytileika mósaík sem er í kringum okkur, að reyna að tengja þau saman og nýta tækifæri þess að tengja saman önnur almenningsrými með þessari hönnun. Og þetta náttúrulega ákveðin skörun svæða og þá er dálítið athyglisvert að sjá að við erum þarna með alls konar borgargötur og aðskilin rými sem kannski er ekkert sérstaklega tengd en sem við höfum áhuga á með þessari tillögu að tengja saman, gera auðleysari og öruggari. Við viljum einnig benda á þarna eru svona lykilrými Reykjavíkur og miðbæjarins. Við sáum fyrir okkur að við erum náttúrulega með þennan aust-vestur borgarás sem er bæði sögulegur og menningarlegur, göng- og verslunarás borgarinnar. En síðan fannst okkur mjög athyglisvert líka að reyna að tengja okkur við norð-suður borgarása sem er svona þessi græna ás. Og þá erum við einnig að ræða náttúrulega svæði fyrir framan menntaskólann, allt þetta græna svæði sem tegir sig frá Tjörninni og hvernig hægt væri að tengja Lækjartorgið og fá smá flóru, fá smá gróður inn á torgið til þess að einmitt að búa til og ljúka þessum ás. Og með því að setja þessa tvo ása, norður-suður borgarásin og austur-vestur,
þá fannst okkur tilvalið að skoða hvernig Lækjartorgið gæti að nýju orðið gátt Kvosarinnar. Við erum bæði með borgarlínu sem mun stoppa þarna, við erum með flæði bæði frá Hverfisgötunni, Laugaveginum, Austurstrætinu og líka frá Austurhöfninni í norðri. Þannig við teljum að sem framtíðarsýn þá mun þetta vera ákveðin gátt borgarinnar og Kvosarinnar. Hönnunarstrúktúrinn hjá okkur var tiltölulega einfaldur og þó þetta lítið út frá mjög flókið þá var þetta mjög einfalt. Hugmyndin svo fyrsta raunin var að leggja út svona borgarteppi. Satt að reyna að sameina bæði í efnisvali og sameina í mismunandi rýmum þannig að við gætum afmarka svæði á sem léttari hátt. Þannig að þetta væri ekki svona bútasaumur. Á þessu teppi eru náttúrulega ákveðin svæði með ákveðin einkenni sem við viljum halda í. Það eru við náttúrulega sagan fylgjur okkur og það eru margir hlutir af sögunu þetta sem við viljum halda í og kannski benda á. Sumir hlutir hafa týnst, sumir viljum við færa fram aftur. Og einnig innan þessa teppis myndum við vilja þróa fjölnýtanleg svæði og það er náttúrulega lykilatriði eins og borgarstjórinn ræddi áðan að maður þarf náttúrulega að vera í samtali bæði við borgarbúa, við verslunareigendur, hvernig við viljum þróa almenningsrýmin. Þannig að allir finni sitt og þannig að í rauninni jarðhæðirnar geti þróast á sem jákvæðan hátt við almenningsrýmin. Inn í þessu náttúrulega viljum við einnig, við erum með fallegt app af útilistaverkjum og viljum gjarnan að það komi fleiri útilistaverk í miðbænum og þar að leiðandi töldum við að þessi svokölluðu bönd með fjölnýtunarsvæði gætu verið ákveðin staður til þess að koma fyrir útilistaverkum. Það gætu verið útilistaverk sem eru staðsett á ákveðnu tímabili eða til lengri tíma og gætu þar að vera ákveðin leikur í borginni og fannst okkur mikilvægt að leyfa allir þessar sköpun sem nú til staðar að tjá sig í almenningsrýminu. Aðrir hlutir sem er dálítið gott að hafa í huga varðandi þessa samkeppni eru að við þurftum aðeins líka að skoða varðandi öryggisvarnir, varðandi stjórnarráðið og hvernig myndum við leysa það og grunnhugmyndin hjá okkur var svo að öryggisvarnir væri leystar á þann hátt að það liti út eins og eðlilegt landslag. Þetta væri ekki grindverk og gaddavír, heldur þetta væri hluti að ákveðnu landslagi sem myndi falla inn í borgina án þess að við tækjum eftir því. Og annað sem er mjög mikilvægt, sérstaklega þá sem búa hérna í miðbænum og sem eiga rekstur er aðgengi, vörulósun, hvernig munum við, hvernig mun hversdagsleikin vera, hvernig mun aðgengi bíla vera sem þurfa að komast með vörur, hvernig munum vörulósun vera og öll þessi atriði. Þannig þetta er eitthvað sem við þurfum að leysa í sameiningu í næsta fasa. Við getum sagt að masterplanin líti svona út og eins og þá sjáum við þarna Bankastrætið og þá er þetta í rauninni framhald af 9 skrefum verkefninu sem borgin einnig er búin að vera með, frá Laugaveginum og Skólavörðustígnum sem fer eftir Bankastrætinu og þarna var hugmyndin að setja sér bönd með fjölnýtanleg svæði sem myndu síðan halda áfram Austurstrætið. Bankastrætin að öllu líkindum verður einhvers konar vistgata þar sem fótgangandi hefur réttinn en síðan mun Austurstrætið vera áfram göngugata. Síðan var hugmyndin að tengja Lækjartorgið við þennan ás og styrkjan og þar að leiðandi styrkja svæði sem, eins og við ræddum áðan, sem einhvers konar inngang eða gátt Kvosarinnar. Svona ímyndum við okkur Austurstræti að sumri til og þá erum við að leita að annarkvort endurnýta efnin sem eru til staðar eða nota efni sem eru innlend og búa til einfalt tungumál sem ekki öskrar of mikið, þessi þægilegt að labba og á sama tíma böndin sem við sjáum þarna sem trén eru plöntuð, það séu svæði sem getur verið fjölnýtanleg bæði fyrir veitingastæði, bæði að sitja niður eða fyrir leik. Borgaralindin sjálf, þá erum við komin á Lækjartorgið og við vorum að spjalla saman með teymið okkar hollenska og ég var að reyna að útskýra fyrir að almenningsrýmið, ef það er einhver almenningsrými á Íslandi sem við værum sérfræðingar í, þá væri það heitupottanir. Og það er einhver rými þar sem okkur líður vel þó við séum hálfnakin og við erum ekkert að pæla í því hvaðan fólk kemur, hvaðan fólk þykir, við bara tölum út og okkur líður vel, þá er það heitupottanir. Og þá fannst okkur interessant eða athyglisvert að reyna að sjá hvernig getum við fengið þessa stemningu
yfir í almenningsrýmið. Hvernig getum við fengið þetta traust okkar á milli ólíkri félagsblöndu inn í almenningsrýmið. Og þá var það fyrst að hugsa landslagið sem leikvöll og þá var hugmyndin að brjóta upp aðeins landslagið, bæði þess að fólk gæti setið, fólk gæti leikið, einnig til þess að leiða vatn og það var í fyrsta skrefið. Síðan myndum við skoða vatn á torginu og þá hugmynd bæði að vera með kalt og heitt vatn eftir árstíðum og þá kemur auðvitað svo hugmyndin að almenningsrýmin til þess að þau geti virkað, þá verður helst að geta virkað allt árið. En þetta flókinn staður með norðan áttinni og Lækjartorg ekki alveg beint frægt fyrir að vera svona besti staðurinn til þess að vera í sólinni, það dálítið mikill vindur þarna. Þannig hugmyndin líka þar, hvernig munum við komast í ákveðið skjól. Og þá kom hugmyndin, eins og sé hana veður frá torginu, að leggja til baug. Og baugurinn gæti bæði verið ljósbaugur á nætunar, bæði fyrir öryggi og veturnar, en gæti líka verið baugur sem myndi bjóða upp á mismunandi sviðsmyndir. Ég fer það seinna eftir. Þetta gefur náttúrulega ákveðna samfellu rýma, eins og sjáið Lækjartorgið, að þó þetta sé stórt torg, þá ákveðin svæði sem eru tileinkuð borgarlínunni, sumir svæðinu eru tileinkuð stoppustöðinni, önnur svæði tileinkuð söluturnum sem við ætlum að halda og það verður tiltölulega mikil fjölbreytileiki rýma innan Lækjartorgsins. Grænar vörður og hlið, það einmitt það sem við vildum líka minnast á, að fá smá meira grænt inn á torgið og nota líka gróðurinn til þess að afmarka inngangana bæði frá Arnarhóli og Hafnartorginu sem og Bankastræti og Austurstræti og hugmyndin bæði að nota þetta sem skjól sem og inngang að torginu. Mismunandi sviðsmyndir. Við teljum náttúrulega mikilvægasta sviðsmyndu öllum daglega lífið. Það það sem við erum á hverjum degi, það sem við löpum í gegn og við teljum að þá verði að vera til staðar rými sem allir geti fundið sig. Og þá hugmyndin svo að þessi baugur sem við sjáum geti líka verið setusvæði fyrir fólk sem bara kannski að bíða eftir borgarlínunni eða sjálf bara að bíða eftir nánum vinum. En gefa líka til dæmis söluturnum ákveðin pláss sem sjáum með græna blettin og búa til ákveðna leikmyndir og leiksvið fyrir börn. Þannig torgið ætti líka geta verið ákveðin svona leikvöllur. En þetta getur líka verið vettvangur fyrir markaði, eins og sjáið, fyrir jólamarkaði. Það getur líka verið vettvangur fyrir útifundi. Rýmið er mjög mikilvægt í dag að við höfum rýmið að tjá okkur, það hluti af leiknum. Og þetta getur líka verið, baugurinn getur verið líka vettvangur fyrir leik og flutning. Og í rauninni þetta fjölnýtanlegu baugur sem getur lokast og þar af leiðandi verið notaður þegar í aðeins kaldari veðri. Þannig að sjáum við aðeins meira svona þegar við zooma aðeins inn, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Og þarna mjög mikilvægt líka, fannst okkur eins og tillögu að borgarlínan og þessi bílaumferð sem til staðar myndi ekki algjörlega rjúfa torgið, heldur við höfum virkilega tilfinninguna að torgið með bæði sjónrænum ásum og öðrum að það tegi sig að stjórnarráðinu. Og ef þið sjáum niður þá þetta að sjá hvernig Bankastræti verður með ákveðnum svona bekkjum og hugmyndin þá að Bankastrætinu getur litið niður á Lækjartorgið og að Bankastræti sé hluti af því torgi þó að það sé dálítið fjarlægur. Þetta svona þessi fjölbreytilegu rými sem við eigum eftir að skoða nánar en sem við komið sem tillögu í þessa samkeppni. Við erum bæði með græna eyju, þar sem fólk getur sest og getur leikið sér. Við erum með upphækkan miðpall og þar gefur ráð fyrir að það sé svona einhvers konar leikvöll sem börn geta leikið og við erum með bauginn og skólvegginn og hann getur verið notaður í alls konar. Hann getur verið notaður undir hinsegin daga, það getur verið notaður undir listasýningar, hann getur verið notaður undir leikrit. Hugmyndin virkilega að þetta sé skapandi vettvangur og það sé ekki kannski bara inn í leikhúsum og söfnum, heldur hann sé einnig í almenningsrýminu. Þannig að fólk tengist við þetta. Lækjartorg í haustlitum, svona ímyndum okkur þetta núna og þá þessi baugur eins og við sjáið með klæðningunum utan sem á að geta lokað honum og munum við fara í næstu vikum og mánuðum skoða endanlega útfærslu á þessu. Og einnig fannst okkur mjög mikilvægt að vera með halda trjá og grjóðri, þeim sem til staðar, en samt sem áður að ekki blokkera útsýnið að stjórnarráðinu, að virkilega við sem að opna rýmið
og að fólk hafi þessa öryggistilfinningu þegar það labbar Og hérna Lækjartorgið að vetri til og þá erum við að vonast til þess og eins og rétt að Óðinstorgið hefur heppnast mjög vel að geta búið til almenningsrými sem geti lifað af veturinn. Að við höfum ánægju af því að labba út, kannski var þetta mjög slæmi vetur í ár, það var kannski ekki alveg besta dæmið, en við viljum gjarna spreyta okkur á því hvernig þetta búa til almenningsrými að vetri og hausti til. Við erum alveg sannfærðir það að það er hægt að þróa alls konar aðferðir til þess að njóta borgarinnar allan ársins hring. Takk fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir þetta, Karl. Það verður ótrúlega gaman að sjá þetta verða að veruleika. Svolítið svona ljóðræn og falleg lýsing, svolítið svona miðborgarljóð bara, þetta torg og þessi hugmynd. En við ætlum svona bráðum að fara að labba upp Laugaveginn og fara upp á Hlemm leið og hún Dagný er komið mikrofón á sig. En mér finnst ótrúlega fallegt og gaman að heyra ykkur öll tala um miðborgina og gaman að heyra hvað er margt í bígerð og verið að styðja við það sem er gott fyrir og byggja upp og nýtt að bætast við. En þarna sé ég Dagný er klár, þannig að gjörðu svo vel. Dagný Bjarnadóttir, landslagsarkitekt sem ætlar að kynna endurgerð á Hlemmtorgi. Já, ég ætla að skauta hér yfir þetta. Þetta hófst nú allt með samanburðarsamkeppni þar sem að við vorum 2 teymi sem voru valin í fyrsta sæti og það voru þessar 2 tillögur. Ég stend hér fyrir Dagný Landdesign og með mér í vinnunni í framhaldinu er svo Mandaworks, sænsk stofa. Og þessar 2 tillögur gerðum við í sitthvoru lagi og síðan höfum við verið að vinna að því að leysa þetta saman. Og hérna eru 3 svona ganni til þess að sýna þróunina. Þarna í maí 2019 er myndin þarna í efra horninu og 2019 í desember er svo samþykkt þessi tillaga neðst og svo er þessi til hægri sú sem er núna í gildi. Og við erum náttúrulega bara þessi punktar þarna sem standa þarna, þetta er markmiður auðvitað bara að skapa fjölbreytt mannlíf á torginu og skapa skjól og spennandi dvalasvæði, vinna með sögulega skírskotanir og styrkja almenningssamgöngu sem spennandi valkost og styðja við mjúka ferðamáta. Náttúrulega forsendan fyrir þessari keppni er auðvitað borgarlínan og breyttar samgöngu áherslur á þessu svæði. Og svo viljum við tengja saman gamalt og nýtt og vinna með söguna og gróðurvæða og móta dvalarými sem að börn geta líka notið. Ég ætla svona að fara yfir, við gerðum, í fyrstu lotu gerðum við svona stærra svæði og svo núna undanförnu höfum við unnið með torgrými sjálft. Þannig ég ætla að fara svona hratt yfir hvað var áhrifavaldarnir. Það er náttúrulega þetta, Þvottalaugarnar, Laugavegurinn, Sagan, gamla bensínstöðin sem svo breyttist í strætóbiðstöð og mathöllin, Norðurpóllinn, gamalt hús sem átti að koma fyrir á torginu og þetta eru allt að tvinna saman og svo þetta mathöllin sem er bara kannski svona hjartað sem að kallar á að það komi torgarna. Hér eru svona áhrif úr ýmsum áttum. Við vildum vinna með gólfið, hvernig myndum við vilja hafa eitthvað sérhæft gólf á svæðinu og gróður áhrif og fleira. Og síðan eru þarna nokkur element sem við erum að tvinna saman inn á torgi. Það er styttan af burðarmerinni með fólaldið, klukkan, Norðurpóllinn og þessi sögulega skírskotun í Þvottalaugarnar og tvinna það svo saman við leik og nútíma útfærslur. Þetta er landnýtingin í dag sem er meira að minna malbygg og götur og með því að breyta gatnakerfinu þá skapast þarna alveg mjög dýrmætt svæði undir torg. Hér er svo tillagan þessi sem var samþykkt 2019 þar sem við skoðum svona stærri heild, alveg Rauðarárstíginn báðum megin
og hvernig koma mætti fyrir borgarlínu stöðvunum við Hverfisgötu Laugaveg þar sem það mætist. Og megin hugmyndin sem sagt að við erum að skapa svona ramma inn að torginu með byggingum sem eru hálf opnar. Við höfum svona veigrað okkur við að kalla það byggingar, þetta eiginlega svona gróður skýli sem hægt að opna framanverðu þannig að torgið flæði bæði inn og út úr byggingunum. Og eins erum við með stálramma þar sem eru hreinlega opnir og verður hægt að nota á mjög fjölbreyttan hátt. Laugavegurinn kemur svo streymir þarna inn á torgið, þar sem við höfum kallað það snákinn sem ég útskýri betur hérna á eftir. Þessi miðja sem gengur inn á torginu og sömuleiðis streymir Rauðarárstígur inn að, og allt þetta svæði, hérna torgsvæði sjálft, er bílfrítt nema þá bara fyrir þjónustuleið. Þetta er tillagan, planið eins og það er í dag og við erum með mikla áherslu líka á að gróðurvæða og ramma svæðið inn með gróðuri. Nýtum gróðuri líka í ofanvatnslausnir og fleira. Ég fyrir svolítið hratt yfir þetta, ég ætla líka. Við vorum svolítið að leika okkur með týndu Rauðarána. Rauðarárstígur var náttúrulega áin, eða ég veit ekki hvort þetta meira verið skurður, blanda báðu kannski, en Hlemmur dregur nafn sitt af hlemmi sem var sett yfir Rauðarána til þess að komast yfir hana þurrfóta. Og við viljum svolítið leika okkur með yfirborðsvatni, nýta það inn í gróðurbeð, erum með regnbeð og svona endur vekja minninguna vatnið þannig að það fær að streyma líka ákveðnum farvegum á yfirborðinu. Það er gaman að hugsa til þess að þessi staður hefur alltaf verið samgönguás og svona hliðið inn í borgina og þarna er svona smá svipmyndir af því. Hestalest að fara fram hjá gasstöðinni og bensínstöðin sem breyttist í strætóbiðstöð og núna er í rauninni aftur verið að færa borginni þetta mannlíf sem var kannski á þessum stað þar sem fólk mættist og var að leiða inn í borgina með vörur og tilbaka með aðra vörur og fyrsti veitingastaður á landinu var þessi Norðurpóll, í Reykjavík svona greiðastaður, svona fyrsti af þess eðlis er svo aftur fluttur inn á torgið þannig að það er gaman að tengja saman nýtt og gamalt með þessum hætti. Hér er svona yfirlitið sem við skoðum þarna í upphafi hvernig þjónustuvegur fer þarna í gegnum Rauðarárstíg Laugaveg og svo á jaðrinum yrðu einhver bílastæði, leigubílar, yfirbyggð hjólaskýli, stæði fyrir fatlaða og þess háttar. Við vorum mjög skoðum á samkeppnisstiginu þetta með að svona upphefja svolítið biðstöðarnar og gera þær að pínum lúxus og það sé svona, taka þetta aðeins út úr þessu að vera bara eitthvað vindskýli, að þú getur komið þarna inn og notið að vera í gróðurvætu umhverfi jafnvel og þarna vorum við svona aðeins að velta fyrir okkur að appið gæti verið bara leið og kemur að skýlinu, þá ertu komin inn í samgöngurnar og getur þá notið ákveðna þæginda. Og hér er svo tilvísun í þakið frá gömlu bensínstöðinni sem að svo vill til að er svolítið trend hérna, þetta er Norruport, þessi grasþök þarna, ekkert ósvipuð í laginu. En þetta auðvitað allt eftir að þróast í borgarlínu teyminu sem núna er að hanna þessa borgarlínu hérna í heild sinni. Hérna sjáu þið svona svipmynd frá þessu sviði eða þar sem að Laugavegurinn endar í nokkurs konar sviði á torginu. Og hér er svona dregið upp hvernig svæðið er mjög vel rammað inn af byggingum og það er mikið og fjölbreytt starfsemi í byggingunum í kringum Hlemm sem gefur því svæðinu ákveðin gæði. Mikið af veitingastöðum og verslunum og Dagur benti á að hótelið þarna við Hlemm er núna að breytast í íbúðir sem finnst mjög jákvætt. Og svo sést á skuggavarpinu að þetta er mjög sólríkur staður og meira þess að á jafndægri er hérna sól alltaf inn á miðju svæðinu. Hér er svona okkar vangaveltur eða hvernig við hugsum hérna þessar glerbyggingar, hvernig þær svona fæða lífin á torgið og skapa líka skjól og
og bakgrunn til þess að sitja og dvelja við, af því að fyrir aftan verður náttúrulega borgarlínan í nokkuð ör en mjög hljóðlát af því hún verður væntanlega á rafvæddum vögnum. Og hér svo svona svipmynd af því hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta líf geti, náttúrulega mathöllin fóðrar ákveðið inn á svæðið og það getur verið mismunandi starfsemi í húsunum. Blái reiturinn norðurpóllinn sem að við svona giskum á að verði veitingastaður og það sé neitt ákveð á þessu stigi. Og svo eru þessi svið opnum, þar sem hægt að leika sig með þessar stálgrindur og innrétta eins og maður vill. Og hér svo það sem þetta að gera, það náttúrulega bara skjólið, flæði í gegn, ásinn frá Laugavegi að sviðinu og svo endar þetta allt á þessu sólríka bletti þarna inn á torginu. Hér smá svipmynd af því hvernig þetta gæti litið út og þessi áhrif eins og ég var að tala áðan, hvernig eru þessar glerbyggingar og áhrifin frá bensínstöðvunum og því. Sumarmynd frá sviðinu og aftur hér svona smá inspirasjón hvernig hægt væri að leika sér með grindurnar, setja upp sýningar, tónleika, bakgrunni fyrir tónleikar og það er eiginlega bara hugmyndaflugi sem getur heft það hvernig hægt að leika sér með þetta. Hér svo sviðið aftur að vetrarlagi. Við gerum að sjálfsögðu ráð fyrir jólatré sem standi þannig yfir aðvenduna. Aftur líka sjáum við hvernig við hugsum þessar byggingar, hvernig það geta opnast að framan inn á móti torginu og leikurinn að því hvernig maður hengja eitthvað í þetta og leika sig með þetta svoleiðis. Hér svæðið eins og við þekkjum það, eins og þetta í dag. Þetta tillagan sem var samþykkt 2019 og svo þetta nýjasta tillagan og kannski helsta breytingin að við höfum slitið í sundur. Nú norðurpóllinn með glerbyggingu sér en ekki áfastur byggingunni lengst til austurs. Já, svo ætla ég bara að fara svona hratt aðeins yfir hvað verið að vinna með. Semst torgið sjálft, við höfum núna síðasta ár verið að vinna svona heildarmynd fyrir allt torgið og svo þetta útboð sem Dagur nefndi líka áðan, sem fyrsti Laugavegurinn að horninu á þessu hóteli sem að breytast í íbúðir. Og þetta við fengið nafnið Fíllinn, af því það minnir pínlítið á fíl, þetta form sem afmarkar torgsvæði sem við höfum verið að útfæra. Og þetta bara sama prinsip á áðan, nema við erum líka við erum aðeins búin að styrkja gróður hlutan. Og torgið mjög vel rammað inn af grænum gróðursvæðum og svo styður gróður við byggingar líka. En að sjálfsögðu miðjunni haldið opinni fyrir mannfjölda. Það alls konar þjónustu sem við viljum uppfylla líka. Það bæði þarf að vera akfært og það þarf að vera neyðarakstur og þess háttar og hvernig við kemur með aðföng. Við viljum gera vel við hjólandi, þannig að það mikið við höfum hjólastæði við dvalarstaðina, auk þess sem það verður yfirbyggð hjólageymsla í Rauðarárstíg í framtíðinni. Og við gerum ráð fyrir að sé hægt að hlaða hjól og það sé líka stæði fyrir hlaupahjólin, þannig að þau liggi ekki einhvers staðar eins og hráviði. Við höfum unnið með yfirborðsefni og erum að við erum bara í þessum töluðu orðum, erum við að leggja út einu svona pröfu til að sjá hvernig þetta kemur út, en við erum að sérsteypa hellur fyrir svæðið sem fara alveg upp í dálítið stóra fleka, alveg 1,50 sinnum meter stærstu og þetta svona mósaík þar sem við rauninni erum að leggja smæstu steinana þar sem verður eitthvað álag, þar sem verður akstur eða neyðarkeisla yfir og svo stærri hellur þar sem ekki gert ráð fyrir slíku. Og inn í Snákni sem ég nefndi áðan erum við að leika okkur með náttúrustein og á svona völdum stöðum, svona notum hann sparlega. Svo aftur aðeins dýpkað þessi hugmyndafræði ofanvatnslausnirnar.
Við erum með regnbeð eða gróðurbeð sem að taka við svona megnið af vatninu og eins erum við gegndræpi á ákveðnum stöðum og erum að vinna mjög markvisst með þetta. Eins erum við að innleiða eða svona pröfa nýja nálgun á útfærslu á götutrjám þar sem gert ráð fyrir miklu meira rými fyrir ræturnar þannig að þau muni dafna betur en oft hefur reynst með götutrjám. Þannig að það ýmislegt sem að innleiða líka núna sem að hefur kannski ekki alveg verið reynt með þessum hætti áður. Og hér svo bara áherslan á gróðurinn, hvernig við sjáum það fyrir okkur. Það ýmist beð, sérst með undirgróðri og við höfum það fjölbreytt, við erum með sígræna gróður líka og hugsaum svolítið fyrir því að það sé breytileiki í gróðurfarinu. Og það sem við erum með stöktré, þar erum við með þessa útfærslu sem alveg 1,50 hlemmur og rótakerfi undir sem er búið að hugsa vel fyrir. Og þannig erum við líka að læra af sænsku stofunni, því að þetta hefur verið kallað Stockholm-metóðin eins og þetta sem við erum að svona innleiða hér, en ætlum að útfæra það algjörlega hérna. Og eins með við erum að pröfa hér lífkól, það til dæmis nýtt sem er vel þekkt þar og það komin mannskapur í gang með þessu heima sem að fara að framleiða það, þannig að það svona, margt mjög spennandi í gangi hérna. Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta en við erum þetta í vinnslu, við erum að skoða það að setja lýsinguna í strengi yfir svæðið og í fyrsta áfangunum verður bara bráðabirgðalýsing því að þetta verður svo leyst í heild sinni þegar lengra verður haldið áfram. Já, og svo aftur á þjónustunni, við erum að koma fyrir náttúrulega pakkamóttöku, jafnvel matarsendingum, vatnspóstum, almenningssalernum og fleiri hlutum sem þarf að hugsa fyrir að koma fyrir á þessum stað og flokkun, sorpflokkun, í litlar tunnur og þess að þar. Hérna þetta sem ég var að tala áðan að það koma þessir ásar 2 niður Laugaveginn og svo frá Rauðarárstíg og enda við þennan það sem við köllum Gufuna og þar skammt frá svo hesturinn eða merinn með burðarmerinn búin að fá nýtt hlutverk, hún hluti af bekk eða svona setsvæði og niður Rauðarárstíg erum við að leika okkur með einhverja færanlega, þetta á mjög miklu frumstigi, ég tek það fram, en við sjáum fyrir okkur eitthvað svona litla hreyfanlega tréskúlptúra sem eru leikskúlptúrar fyrir börn og mynda svona nokkuð skona stóð niður Rauðarárstíginn í áttina að hestinum. Þetta snákurinn sem ég nefndi áðan, hann er svona element þar sem það er járnprófíll sem að rauninni gengur upp og niður, hann er ýmist að vernda gróðurbeðinn og svo umbreytist hann í bekki og hlið og er svona samhangandi element alveg að þessum endapunkti þar sem að gufan er. Og hér sjáum við svona hugmyndina hvernig, þetta er svona gömul módelmynd en hún sýnir vel hvernig Laugavegurinn í rauninni endar svo í þessu sviði fyrir endan á torginu. Og svipmyndir aftur frá þessum snák, þannig aðeins breyttur frá þessum myndum þar sem við erum að gera núna og verður boðið út. Og hér sjáum við svona þennan endapunkt þar sem að hesturinn og gufan og að þetta kemur saman og svo opnast það inn á torgið. Og þannig erum við auðvitað að vísa til þvottakvennana en Laugavegur var rauninni lagður fyrir þær til þess að þær drukknuðu ekki í einhverjum lækjum og skurðum á leiðinni með balan á bakinu. En það var ekki fyrir löngu seinna menn fóru að keyra þvottaþanga, það náttúrulega ekki í hug. En vegurinn nýttist svo í það síðar. Aftur bekkja útfærsla, ég ætla ekki að dvelja við þetta. Hér eru svo þessi skálahugmyndir, hvernig við sjáum fyrir okkur að hvernig þeir eru útfærðir. Það náttúrulega er svolítið í það að þeir verði byggðir, það verður á næsta stigi þegar verður hægt að klára torgið sjálft.
En við vorum svona svolítið að skoða í byrjun hvort þetta ætti að vera timbur eða stál, en fannst svona stál vætti kannski betur heima með mathöllinni. Hér er svo litapalett að við höfum verið í samtali við Minjavernd varðandi Norðurpólinn og þeir svona höfðu ákveðna litapalett í huga fyrir húsið og við reyndum svo að tóna hínar stálbyggingarnar að því. Hérna sjáum við þá aftur yfirlitsmyndina og hér er svona dæmi ef maður tæki eitt svona stálgreinda hús, hvernig er hægt að leika sér með það, er stálið að innanverðu og utanverðu. Okkur fannst svolítið skemmtilegt ef þetta væri eins og beinagrind að maður sæi stálið að utanverðu og gleri væri innan á og hvort það er matt eða gegnsætt að leika sér með það og svo opna þá alveg hliðarnar út á móti torginu, þannig að torgið heldur áfram bara inn í byggingarnar. Og elementin sáum við fyrir okkur að það yrðu ekki neinir útveggir lokaðir, heldur yrði allt innréttað þá inn í þessu. Klósett og þess að það yrðu einhvers konar element inn í stálinu. Ég held ég sé bara komin til enda á þessari yfirreið. Ég ætla að benda Ganni á að það er komin heimasíða inn á reykjavík.is/hlemmur. Þar er hægt að skoða, þessi útdráttur er úr hönnunarleiðbeiningum sem við skiluðum með deiliskipulagi og þar eru fleiri upplýsingar, deiliskipulagið og hægt að lesa sér meira til ef fólk vill. En ég ætla að enda á, við gerðum sýningu á Hönnunarmars 2020, held ég frekar en 19, þetta rennur allt saman, allavega COVID því þetta var haldið í júní. Þar sem við gerðum svona lítið myndband og það sem voru að leika okkur með að sjá fyrir okkur og heyra hvernig hljóðvistin ætti eftir að breytast á þessu svæði. Við vorum reyndar svolítið óheppina því að það var ekki mjög mikil umferð því að það var COVID og allt lokað, en maður heyrir það samt hvernig breyting er ekki við sem allir fatti hvað breyting þetta verður gagnvart hljóðvist að vera þarna þegar þessa breytingar allar komnar. Og nú veit ég ekkert hvernig ég starta því. Já.
Takk fyrir. Kannski taka það fram að Hafdís Bjarnadóttir, hún vann hljóðið, systir mín, vann hljóðið með okkur. Takk. Og sýningin ennþá, það er dálítið gaman að því, ég alltaf býð til að það verði eyðilagt, en það ekki býða. Inn á Hlemmi inn í Hlemmi mathöll eru myndirnar sem við settum upp, en þetta var í svona lokuðu rými sem við settum vídeóið. Ég hlakka bara til að sjá þetta allt gerast. Takk fyrir mig. Takk, Dagný. Já, gaman að sjá breytingarnar verða svona veruleika í gegnum hljóðið. Takk fyrir. Og greinilega mörg að huga í svona hönnun, ekki átta maður svo þessu alltaf þegar maður í borgarrýminu. En ég held að við sem bara vel næstu inn í síðasta hluta fundarinn sem fyrirspurnarhlutin og eins og ég sagði áðan þá var spurningar borist á netinu og það ennþá hægt að senda inn spurningar og ef fólk í salnum sem að senda inn spurningu og vill bara bera hann upp þá endilega getið gert það líka og ég ætla bara að fara yfir nokkra svona umferðarreglur sem við skulum reyna að halda og þetta eru bara 3 einfaldar reglur og ég ætla bara að biðja ykkur þegar þið byrja upp spurningu að kynna ykkur með nafni og tala í mikrofóninn og hann að labba með mikrofóninn og kemur bara til ykkar þegar ég bendi og mér langar líka að biðja ykkur að kjarna mál ykkar svo sem flest komist að með sína spurningu og kannski bara hugsa að taka 1 til 2 spurningar í einu og svo bara hægt að rétta upp hendi aftur þannig að við gefum rými fyrir fleiri til að komast að. Þannig að við bara sýnum hvort öðru til sem þannig. En ég ætla að reyna að nótera ef þið bara viljið gjöra svo vel og rétt upp hendi, það ekki? Og komið spurningu. Og það komið spurning gjör svo vel. Og þið með vingi í mig ef fleiri eru með. Góða kvöldið, þakka fyrir ágætisfund. Birna Eggertsdóttir heiti ég, búin að búa í 101 fræði. Síðustu 54 árin. En mín spurning til Dags svo, mér líst ágætlega á þessa uppbyggingu í borginni, svo, hvað það sem að ræði því að eigendur gamalla húsa fái leyfi til að flytja þau og jafnvel sumir að rífa þau og svo líka komið inn eitthvað plana því að nú bæði á þessari kynningu þá kemur mikið fram aukningu á grænum svæðum sem að mér líst ljómandi vel á. En ég labba mjög mikið miðbæinn og sérstaklega á sumrin og Óðinstorgið mjög fallegt. En þessi grænu svæði eru algjörlega niður nýslu. Það bara háir njólar, rusl sem festist í þessu, gróðri og annað og sem að mér finnst ekki til prýði í borginni. Mér finnst sum svæðin bara slömm við þetta. Þannig að mér langar að vita hvort það sé búið að koma á einhverju skipulagi með að þeim verður viðhaldið. Ekki bara gera þetta fallegt á korti en til framtíðar. Og svo mér síðasta leikskólinn nýji fyrir aftan Austurbæjarbíó, eins og heitir Austurbær í dag. Að því nú erum við að tala kolefnasporin, nú ekki verið að sameina 3 leikskóla í þennan eina sem aðrir íbúendur hefur getað labbað með börnin sín í, en nú búum við á Íslandi og örugglega 2/3 sem ófært, að það eigi ekki allir hjól að fara með börnin sín þessa langa vegalengdir, heldur bara yfir götunni sem margir hafa getað gert. Takk fyrir annars ágætisfund. Þakka fyrir Birna. Það varðandi eldri hús að þá það metið hverju sinni. Við erum með sum hús sem eru friðuð samkvæmt sérstakra ákvörðun, önnur hús eru friðuð vegna aldurs og það var breyting sem kom inn í lög fyrir nokkrum árum að þegar hús verða 100 ára og þá teljast þau aldursfriðuð, þá þarf alltaf að sækja breytingar. Mati getur byggt á því hvort að í einstaka tilvikum hefur það verið metið svo að þau séu ónýt. Slíkt getur verið mjög umdeilt og þannig að í stuttumáli þá þarf að meta það í raun í hverju tilviki fyrir sig og þegar flutningar að ræða þá höfum við svona verið harðar og harðar á því getum við sagt síðustu ár að helst eigi húsin að vera í sínu sögulega samhengi á sínum stað
Áður var borginni kannski lausari höndin að leyfa flutning jafnvel á húsum sem að borgin vildi gjarnan að stæðu áfram. Við höfum og í svona samtali við minjayfirvöld kannski verið að opna á það síðustu ár að leyfa byggja eina hæð undir þannig að það séu lifandi jarðhæðir og hækka þau aðeins þannig að þau og það eru þannig fjölmörg dæmi það til dæmis meðfram Laugavegi og Hverfisgötu að hús sem áður mátti rífa eru núna endurgerð og endurbyggð en eru þá aðeins stærri meðal annars vegna jarðhæðanna þannig að þetta er svona matskennt. Varðandi gróðurinn að þá er hann ýmist á vegum borgarinnar eða lóðahafa og einkaaðila á miðborgarsvæðinu. Mér hefur nú fundist á undanförnum árum betur ganga að ná utan þetta verkefni og svæði eins og Austurvöllur, Hljómskólagarður, Klambratún vera bara alveg frábær og raunar sko búið að aukast mjög mikið af blómum og einhvern veginn gróðri í borgarumhverfinu og garðyrkjudeildin á alveg bara ótrúlegan heiður af því að í raun finna líka tegundir sem eru svona ekki nota harðærar eða standa af sér, já, sérstaklega vor og haust, skrautkálið og svo framvegis. Þannig að það er margt sem hefur gengið vel en það er áreiðanlega rétt hjá þér, það er einhver svæði þar sem við mættum gera betur eða lóðahafar mættu gera betur. Ég held að bara borgin sé betri með meiri gróðri en að hann sé þá hugsaður, svolítið hannaður og fjölbreyttur. Hvað sér, ósýnt, já, og nákvæmlega. Þannig að ég held að hjört okkar slá alveg hérna í takt í því. En varðandi leikskólan að þá er merkilegt nokk verið að byggja leikskóla fyrir í raun börn sem eru á 3 minni leikskólum eiginlega mjög svipuðu svæði. Það er Lindagatan, það er Njálsgatan og síðan Barónstígurinn. Þannig að þetta er svona spölkort frá. Við höfum ekki tekið ákvörðun hvenar leikskólum yrði lokað. Við erum að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla þannig að við höfum ekki tekið neina endanlega ákvörðun tímasetningar í því en þessi leikskóla á nú að vera í svona grennd við börnin sem að hann sækja. Já, takk fyrir þetta Dagur. Það komið spurning hérna, gjörðu svo vel. Bjarni ætlar að koma með mikrofónin. Og endilega bara gefið mér merki að þið viljið koma með spurningu. Já, halló, ég heiti Hannes. Ég ætla að fá örfáa mínútur fyrst ég búinn að setja hérna í 2 tíma og hlusta á ykkur. Og ég verð að segja svo að mér er þetta aldrei misboðið. Ég hef þetta verið íbúafundur þar sem við gætum komið og lagt á borð þar sem okkur liggur á hjarta en ekki hlustað á ykkur tala sín ykkur á borgina eins og þið sjáu hana fyrir ykkur. Og ég er ekki að kvarta undan arkitektunum, kvörunum og norðurlunum og proppunum. Það er allt gott og gilt, en það hefði átt að vera sérstakur fundur þau mál þar sem að menn vissu að þeir væru að tala þessi verkefni borgarinnar. Þetta heitir íbúafundur. Ég er íbúi miðborgarinnar, íslenska miðbæinn heitir núna miðborg, sem er dálítið víðara fyrirbæri. Ég er búinn að vera hérna í 40 ár í borginni. Ég er alinn upp í Hlíðunum þegar hún var að byggjast upp og ég fór á skautasvell og var á skautum það sem núna er Kringlan. Þannig að ég er búinn að horfa á þessa uppbyggingu með eigin augum í mjög langa tíma 40 ár og er hluta fjölskyldu sem er búinn að vera í miðbænum í meira en hálfa öld. Þannig að það má segja að ég sé svona viss sögulegt lifandi fyrirbæri miðbæjarbúa. En það er fleira sem ég vil segja. Það sem við sjáum hérna er ákveðin glansmynd af bænum, svona áráðslist. Við sjáum dæmigerðar myndir af börnum og leik og blöðrur og leikvelli, sólskinni heiði, það er eilíft partí og gaman. Kalla þetta svona blöðrukúltúr.
En það önnur hlið á þessara áróðslist, það sem þetta sem allt í lagi. Ég meina, það eru góður hlutur, ég ætla að segja það, ég elska Sundhöllina og útilegina, notana og mér finnst það svo frábært. Ég bara skýti hérna að ég vildi óska þess að væri æfinga aðstæða hérna við laugina. En áfram með smjöri. Það nefnilega eins og allir vita sem búa í miðbænum og það stór hópur sem ætlar að fara að tala nákvæmlega það sem ég að minnast á. Og það mun dekkri hlið á Reykjavík. Það veggjakrót og slömm og niðurrýtt port og svo það nætulífið. Það sem að villt götupartí eru stunduð og menn snemma á morgnana ganga öskrandi bæinn og ógnandi. Þetta ofbeldi, kvenfólk sérstaklega smeygt við að ganga göturnar. Þetta gríðalegur hávaði á börunum, á klúbunum og maður spyr sjálfum sig hvernig má standa því að þeim veitt leyfi að koma sér fyrir í gjörsamlega óeinangarum timburhúsum sem myndi segja hálfgjörnum skúrræksnum með tónlist sem svo hávær að það hefur tekist að mæla steyta upp á kaffibarnum eftir mikið jaml og föður. Þá fekk íbúin okkur sem vill ekki koma fram því að sumir eru smeykir að heilbrigðiseftirlitið til þess að mæla hljóðstyrkinn frá kaffibarnum og viti menn að reyndist víst vera 135 desibel. Bara svo menn áttu sig á því það á pari við tónleika Rammstein í Korten 2017, hávaðamestu tónleika sem landsmenn hafa nokkuð tímann upplifað. Þannig að ég vil spyrja þeirra spurningar sem ég sendi inn, sennilega fyrstur manna, en virðist ekki hafa borist ykkur. Þannig ég baði aðstoðarmanninum að ljósa það og koma á framfæri. En í stuttumáli eru það þessar. Hvers vegna hefur börum, næturklúbbum verið leyft að leggjum til sig miðbæinn, oft í aðeins nokkra metrar fjalla frá hver öðrum, í stað þess að vísa þeim í hverfi utan almenna íbúðabaugar. Svona kallað partysón. Þetta í öllum sómasamlegum borðum, sérstaklega staðir, hljóðinenga og klúbbar, gríðarlega kröfur gerðar hljóðvist. Og vel að merkja, ég elska miðbæinn, ég vil iðandi mannlíf, ég vil blöðretta stundum líka, öllum að ofgera. En ég vil líka fá nætursfrið og þetta risavaxið hagsmunamál fyrir íbúana og alla gisti og hótelhúsa eigundir í bænum. Og einhverja hluta vegna virðist þetta vera bara örfáa menn sem eiga stóra hluta þessu stöðum. Það er rannsóknarefni í sjálfu sér. Ég vil fá að vita, ég að ljúka málunni, hvers vegna augljóslega engar kröfur hljóðnungun gerða til þessara staða og hvers vegna þessu stöðum leyft hafa opið 20:30 á morgnana og með öllum þeim fylgifiskum sem að þar koma eftir. Á lokum vil ég segja þetta. Hljóðmengun gríðarlega alvarlegt heilbrigðisvandamál að mati alþjóðlegu heilbrigðisstofnunar WHO. Telur það vera eitt mesta lýðheilsumál nútímans. Svefnraskanir og svefntruflanir eru líka mjög alvarlegt vandamál í íslenska heilbrigðiskerfinu sem að nú að sligast undir mörgu öðrum. Einu sinni var bannað að reykja. Einu sinni mátti reykja fyrir ekki nánast allstaðar, opnum stöðum og ég svo gamall að ég mátti meira segja reykja í flugvél. Menn muni eftir því, nú það stranglega bannað og ég held að þessi bara tímaspursmál þangað telum að hljóðmengun verði skilgreind með sama hætti og óbeina reykingar. Takk. Já, takk fyrir Hannes. Það rétt hjá þér að skemmtanalíf hefur lengi verið samþjappað í miðborginni og á sér býsna langa sögu og ég held að kvartanir það tengist meðal annars því að það eitt megineinkenni á miðborg Reykjavíkur miðað við aðra borgir að það meiri íbúabyggð inn í miðborginni hjá okkur heldur en annars staðar. Hún nær stöðunum og skemmtanalífinu heldur en víðast hvar annars staðar. Og þannig viljum við raunar hafa það. Við höfum viljað halda miðborginni sem íbúahverfi leið og þetta líka vinsæll staður til þess að koma sem ferðamaður og staður til að skemmta sér.
Við gerðum það þó í breytingunum á aðalskipulaginu 2014 að við skilgrendum stærra svæði þar sem að nálægt miðborginni, þar sem að mætti ekki vera með staði opna lengur en til 1, þannig að þar var ákveðin breyting, en ég áttum á því að nálægt mesta skemmtanasvæðinu að þar getur sambýli verið erfitt og það hafa verið þar árekstrar. Heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með stöðunum, það er hægt að biðja mælingar eins og þú varst að nefna, en sko í gegnum tíðina þá hafi þetta verið eiginlega tvenns konar vandamál eða skilgreint sem tvenns konar vandamál. Annars vegar vandamál á meðan fólk inn á stöðunum og þú varst að nefna timburhús með hávaðasamri tónlist og hins vegar vandamál sem eru eftir að þeir skemmtanaglöðu eru komin út á göturnar. Og fyrir 20 árum var það stærsta vandamálið. Það lokuðu allir staðirnir klukkan 3 og fólk þyrptist út á göturnar, var ekki skemmtana satt, þannig að það fór inn í alls konar íbúðarhúsinu og hélt svo kallað eftirpartí. Þá var stigið það róttæka skref þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var borgarstjóri að gefa opnunartíminn alveg frjálsan. Sumir staðirnir voru að loka 7, 8, 9 á morgnana, jafnvel svo seint að í raun morgunlífið og ömmur og afar með börn að gefa öndunum blönduðu saman við þá sem að voru að koma út af stöðunum. Þannig að þetta gekk of langt, en þetta náði enga síður því markmiði að hávaðinn út á götum og mjög stóru svæði og eftirpartíin náðist niður að mjög miklu leyti. Og mín kynslóð man þetta vel að því að ég er að þeirri kynslóð sem var út á götu eftir klukkan 3 og leitaði þar á eftirpartíum. Núna höfum við í raun dregið aðeins í land, þannig að þeir staðir sem eru með lengst opið eru með opið til 4:30 og þeir eru svona eitthvað að trappa sig. Það varð ákveðin breyting í COVID, þá var auðvitað bara bannað að vera opið svona lengi og fólk fara að mæta aðeins fyrr og það verður áhugavert að sjá hvort að það breyti skemmtanamenningunni varanlega eða hvort að það var bara eitthvað tímabundið fenómen. Ég get ekki og myndi aldrei gefa út yfirlýsingum að þessum stöðum sem að núna eru skemmtistaðir verði lokað með bara slíkri ákvörðun, en mér finnst áhugavert að velta fyrir sig hvort að svæði, til dæmis út á Granda, gæti verið tilraunasvæði, til dæmis með einhver svona næturklúba til að draga svona partíþyrstasta liðið, ef við getum tryggt lýsingu og öryggi og samstarfi lögreglunnar og svo framvegis. Þannig að mér finnst það áhugavert. Ég nefndi næturklúbun sem á að vera í kjallaranum á Edition hótelinu. Hann er ekki mjög stór, ég farið að skoða hann, ég var smá í sjokki hvað mér fannst hann lítill, en það er kannski til að halda betur utan stemninguna, kannski gerði þið markaðskönnun, kannski er þetta ekki rosalega margir, við vitum það ekki alveg, en ég er ekki viss að einhver svona skref tekin í flýti sem að ítiðs eftirpartíunum aftur inn í hverfin séu til góðs, í raun og veru, en eitthvað næturklúbbasvæði í tilraunaskyni í einhver ár, til dæmis út á Granda, finnst mér koma bara vel til greina. Nei, ég er ekki tilbúin að gefa yfirlýsingum að loka skemmtistöðum klukkan 12. Það eru tveir núna lista yfir. Nei, það er ekki ólöglegt að vera með opið eftir 12. Er það ekki íbúabyggð með rosalega trómustrætti? Við skulum bara... Það eru tveir líka búin að biðja orðið og með spurningar. Herðu, gjörðu svo vel, það er spurning hér og svo þarna og við erum að fara aðeins yfir tíman, við líka töðumst aðeins í upphafi, þannig að við gefum okkur smá tími viðbót. Við verðum að fá tíma til þess að spyrja spurninga, það er nú lágmarkið. Takk fyrir þetta fundarboð. Ég heiti Sverrir Guðjónsson og er fæddur og uppalinn í miðborg Reykjavíkur og hef búið í Grjótaþorpi núna í 26 ár. Og ég get sagt það að mér þykir vænt hinn eðlilega borgarnið, en það sem er að gerast í borginni
að það algjörlega skelfilegt og það sem að kom fram hérna áðan, það hægt að taka undir það, en þitt svar, það nær bara ekki yfir það sem að gerast. Að það sem staðirnir leyfa sér að þeir hengja hátalara utan á húsin og keyra síðan tónlistina í botn. Þannig að þetta verður eins og bara allsherjar úti tónleikar alla nætur og það ekkert gert í málinu, hvorki hjá borginni eða hjá heilbrigðiseftirlitinu. Ég sótti þetta stíft eins og ég gat á tímabili og heilbrigðiseftirlitið fór af stað og sendi út bréf á nokkra staði hérna í Kvosinni í kringum Ingólfstorg og fór fram á það að hátalararnir eru teknir niður vegna þess að það bara verksmiðju keisla á þessum hátalarum fram á rauða nætur og síðan fylgdi því eftir vegna þess að það kom engar upplýsingar hvað hefði gerst og það sem gerðist var það að veitingamenn og rekstrar aðilar að þeir höfnuðu því að taka niður þessa hátalara vegna þess að fara yfir ákveðin hávaðamörk ekki leyfilegt samkvæmt reglum hávaða og það veist þú örugglega betur heldur en flestir aðrir en því miður ekkert gert og þeir höfnuðu að taka niður hátalarana og síðan var þetta bara látið kyrrt liggja. Við sem búum í miðborginni, við þurfum að lifa við það að það sé einhver sem skrúar upp þessa hátalara þannig að við fáum ekki nætursvefn. Nú það spurningin sem ég langar að leggja fyrir þig. Ert þú tilbúinn að hugsa þetta upp á nýtt og einhver vilji til þess að sækja það ákveðið að þessi ófögnuður að það verði eitthvað gerst í þessu máli þannig að hátalararnir verði teknir niður og að þið geti beitt sektum. Það hægt að beita alltaf 500.000 króna dagsektum ef þessir aðilar fari ekki eftir því sem þeir eiga að gera. Og mér langar að fá svar við þessu vegna þess að þetta það sem skapar hávaðan, ófögnuðinn, hamaganginn hérna í miðborginni og þennan hreinlega bara, það svo mikið sóðaskapur allstaðar. Takk fyrir. Takk fyrir svarið. Ég kannast við ýmsar ábendingar og kvartanir meðal annars í tengslum við borgarhátíðir og tónlistarhátíðir eins og Airwaves og annað slíkt ég hef talið að það gefi borginni gildi að hafa slíkar hátíðir. Ég eins og þyrfti greinlega að setja mig inn í þetta málvarandi hátalarar sem eru utandyra. Ég þekki það ekki nógu vel og algjörlega tilbúin að skoða það því að mér finnst það alveg málefnilegt og óþarfi hjá skemmtistöðum að vera með tónlist út á götu, sérstaklega eftir eitthvað tiltekinn tíma. Þannig að mér finnst alveg sjálfsagt að skoða það. Varðandi sektir og þá eru ákveðnar heimildir í lögum og við verum að virða. Mér finnst ég vona að fyrirgefa mig spéð, mér líkar aldrei við nafni dagsektir. Ég finnst það eitthvað neginn. Veist það? Já. Ok, lélegur brandari kannski, en... Já, ég veit það sko. Hávaðasektir getum við kallað þetta bara eitthvað annað. Ég heldur verið að tala í mikrofónu þannig að þeir sem heima sitja heyri þér. Ég stutt orður að samkvæmt hávaðareglum að þá á að vera næturró frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana og þessir hátalarar þeir eru svo langt yfir hávaðamörkum og þar að auki keyra þeir upp bassan sem einhvers konar infrabassi sem hreinlega bara hristir allt umhverfi
og þessi timburhús sem eru hérna í miðborginni, þau þola þetta ekki, hvað þá við sem getum ekki sofið. Takk fyrir Sverrir. Hérna. Getur þau svarað þessu? Hvað á að gera? Ekki neitt? Jú, ég var að segja það, mér finnst fyrst ástæða til að skoða hátalara sem hengdur utan á skemmtistæði, já. Það er fyrst ástæða til þess. Gjörðu svo vel. Góð kvöld. Holberg heiti ég. Ég hef búin að búa hérna í 40 ár, þar á meðal hérna á Tjarnargötu 10. Já, og ég hef búin að búa hérna í 40 ár, þar á meðal hérna á Tjarnargötu 10 og hérna upp við Mýmessu núna. Og elska alveg að vera hérna og þakkaði kærlega fyrir hérna kynningun, hún var mjög góð hjá þér. Þetta afrek að koma hérna 270 glærum á 50 mínútur. En það var flott, en hérna hinn kynningin var allt of löng og var átt ekkert við og hefði betur hérna, allavega styttri. Var gaman að sjá þetta en allt of langt. Ég er með 3 spurningar. Það er fyrst hérna með þar sem fundarstjóri. Það eru svona einhver hverfi hérna. Ég ætla áhuga fyrir að taka þátt í því sem í gangi og hérna mér finnst að vera svona pildið gerfi með þessi félög hérna og ráð sem hérna. Maður getur ekkert fengið að taka þátt í því. Það er aldrei neinu fundir og þú veist, það er bara einhverju skipaðir og titlar einhverju formir einhverja félag og hérna, var ekki hægt að virka eitthvað, þú veist. Vegna þess að svona fundur eins og í kvöld frábært frumkvæði hjá ykkur og bara mjög gott. Þannig að fyrsta spurningin þetta var ekki hægt að hafa aðeins svona eitthvað líf í þessu, þú veist. Ekki bara að kalla þetta eitthvað ráð og hérna, miðborgarráð og miðborgarnefnd og eitthvað slíkt og heldur raunverulega þannig að af og til væri eitthvað gert. Þannig að fyrsta spurningin. Næsta spurningin þessi 2 hérna torg sem þið var að kynna. Hvað kostar þetta? Þú veist, þeir nú verið duglegir að fara langt fram úr öllum kostnaðaráætlum. Er þetta einhverjir margir miljardar sem þetta kostar? Veistu hvað þetta kostar? Mér þetta væntum að fá svarið því svona bara vegna þess að ég held að þetta sé verið að setja mjög mikið pening í eitthvað sem ég er ekki alveg viss hvað er mikið svirðið fyrir okkur sem skattborgari í Reykjavík, þú veist, að fá. Og hérna, þriðja spurningin ég sem íbúi hér, mér finnst það alveg frábært þessi nýja bylting sem gerast með rafmagnsbíla og sjálfkeyrandi bíla og svona. Nú er það ekki rétt að það er stefna núverandi meirihluta að minnka bílastæði fyrir það sem búa hérna í miðbænum 50% á þessum 20 árum sem þetta skipulag gengur yfir. Það er nógu vant eins og það er að vera alveg skelfilegt að búa hérna ef maður getur ekki komið bíl fyrir og setja hann í sambandi rafmagn eins og maður þarf. Það er eiginlega mannréttindi að fá að hafa bílastæði og geta tengt bílinn sem við bílastæði. Það er einhver trúarbrögð sem það að fólk veri allir að labba eða hjóla og megi ekki fara í bíl. Og þau lítur vera umhugsunarefni fyrir ykkur þegar þið eru að horfa á strætó sem 1% af ferðum í Reykjavík og þurfti nú að fara hérna pakka þeim sem var nú þetta vont sko fyrir þá sem þurfa að því halda. En mér ekki vont ef að stefna hjá okkur svo að hérna, þessi nýja tækni sem að ganga yfir og mun verða miklu vistvænari sem rafmagnsbílar og sjálfkeyrandi bílar, þið greinilega gera ekkert ráð fyrir því. Er það rétt að þið ætlaði að gera ómögulegt að nota þessi nýju tækni í Reykjavík? Takk fyrir. Takk fyrir hérna ágæta spurningar. Í fyrsta lagi að þá erum við annars vegar með íbúaráð sem sett upp á vegum borgarinnar og þar er kosið inn í það fulltrúar úr borgarstjórn, meðal annars Margrét sem formaður í íbúaráðinu. Í íbúaráðinu eiga síðan fast sæti fulltrúar úr íbúasamtökum viðkomandi hverfa. Í þessu íbúaráði til dæmis bæði íbúasamtökana í miðborg og íbúasamtökana í Hlíðum, þannig að þú ert væntanlega að vísa til þess að íbúasamtökin í miðborg séu virkari og hérna auglýsi fundið þannig að þú getur tekið þátt í þeim. Nei, og hérna því að það formaður íbúasamtaka miðborgar sem sagt á fast sæti og líka fulltrúi núna foreldrafélagana og síðan eitt slembivalinn sem nýjung og var svona tilraun, slembivalinn íbúi og ég alltaf sérstaklega forvitin í þessum hverfaheimsóknum að tala við viðkomandi, byrju hvernig líður þér, hvað þetta ekki skrítið að vera bara dregin upp á hatti og þetta ótrúlega fjölbreytt fólk sem hefur greinilega, þeir allavega sem að sögðu já, mjög gaman að þessu og hérna þannig að það bara mjög jákvætt. Varðandi kostnaðaráætlunina, þetta var fyrsta spurningin, varðandi... Eftir. Já.
íbúðaráðið? Til og með eldri borgarar sem stór hluti af því sem búa hérna. Það væri mjög gott að þeir fengið einhvern aðgang að þessu og við höfum eitthvað tækifæri til að tala við þá sem myndi þetta. Já, og það er ýmsir vettvangar til þess og sjálfsagt. Varðandi kostnaðaráætlanir að þá fylgja nákvæmar kostnaðaráætlanir í kjölfar hönnunar. Þannig að síðar á þessu ári ættum við að vera að koma með endanlega kostnaðaráætlun varðandi Hlemmtorg. Spurningin sem er góð, af hverju erum við að endurgera Hlemmtorg? Í fyrsta lagi vegna þess að það þarfnast andlitslyftingar, í öðru lagi vegna þess að við erum að fara í heilmikla fjárfestingu í tengslu við borgarlínu á öllu höfuðborgarsvæðinu, þannig að sú breyting yrði hvort þið er og það er einstakt tækifæri þessuna að taka í raun allt borgarrýmið í gegn og það sem við höfum lært á því að gera það og það sem aðra borgir hafa lært á að gera það, að þú getur gert það illa og þú getur gert það vel. Kostnaðarmunurinn er ekkert mjög mikill en umhverfið verður svo miklu ríkara, áhugaverðara og fjölsóttara ef þetta er vel gert. Og þess vegna er ég ótrúlega stoltur af því að við höfum farið í samkeppnir með þessi verkefni, fengið okkar besta fólk innanlands og erlendis til þess að spreyta sig á verkefnunum og í mínum huga munu þau sannarlega sanna sig. Allavega líst mér mjög vel á útfærslurnar bæði á Hlemmi og á Lækjartorgi því að ég held að bæði eigi það sameiginlegt að þau geta verið svo miklu betri almenningsrými og skemmtilegri og okkur til sóma. Þetta er bara eins og með hús. Það er ótrúlega lítill kostnaðarmunur á ljótu húsi og fallegu. Þannig ég takki svona öfgadæmi. Varðandi hleðslustöðvarnar að þá erum við með býsna stórt verkefni á undanförnum árum með Orkuveitu Reykjavíkur þar sem við erum í fyrsta lagi að veita styrki til fjöleignahúsa sem vilja koma upp hleðslustöðvum. Það hefur gengið vel og er nokkuð vinsælt og er svona að þróast. Síðan er reyndar komið í byggingarreglugerð að ný hús eru með hleðslustöðvar. Hvað gerum við þá með eldri hverfi? Þar erum við að hugsa eftir tveimur brautum. Annars erum við beinlínis að auglýsa eftir ábendingum góða staði til að setja upp hleðslustöðvar þar sem eru stæði fyrir. Og í þriðja lagi þá erum við að kortleggja lóðir, oft stofnanalóðir, geta verið við skóla, geta verið aðrar stofnanalóðir þar sem við höfum þetta og þá getum við ímyndað okkur til dæmis að starfsfólk skólar noti þetta á daginn og íbúar á nærliggjandi svæðum á kvöldin. Og þannig erum við að reyna að bregðast við því að við verðum vör við það sérstaklega hérna í elsta hluta borgarinnar að þá fáum við ábendingar. Ég prófaði að vera með snúruna hangað út gluggan og það gekk nú ekki alveg vel að því að það er blindur maður sem býr í næstu götu og þú veist, við getum ekki haft þetta svona til framtíðar. Við erum að reyna að bregðast við því með þessu og sjáum fyrir okkur að erum með heilmikil plönum að fjölga hleðslustæðum. Varðandi bílastæði almennt að þá höfum við verið að færa þau svolítið meira neðanjarðar hérna á þessu svæði. Það hafa verið að opna bílakjallarar og þá sjáum við tækifæri til þess að minnka þau á móti á yfirborði. Við Mýmisveg er ég ekki vissum að við séum að fara að fækka stæðum skiluru. En það sem að gerist til dæmis á nærsvæði þínu því að það eru mikið af starfsfólki Landspítalans sem er kannski að leggja í nærliggjandi götum nú að taka upp gjaldskyldu á öllu svæði Landspítalans til þess að hvetja fólk til að koma á annan hátt í vinnuna. Og kannski þurfum við að styðja við það með því að vera með gjaldskyldu í íbúagötunum og íbúakort. Þannig að íbúar geti hafi íbúakort en starfsfólk sé ekki dreifast svona í einhver ókeypis stæði. Og þetta er í raun, þetta er kallað gjaldtaka en þetta er í raun stýring. Við erum að reyna að stýra notkun á þessu í þágu íbúana. Það er svona okkar leiðarljós í þessu og þarna byggjum við líka á alþjóðlegri reynslu. Og ég veit að tilfinningin er stundum svo, þið er ekki að gera neitt fyrir mig sem að hefur hugsað mér að keyra bílinn minn áfram. En við sjáum bara það að það 50% fólks sem að nota bíl til og frá vinnu sem vill gjarnan nota almenningssamgöngur, ganga eða hjóla. Þannig að við erum að reyna að koma til móts við þann hóp. Þannig að þeir sem að áfram sjá fyrir sér að nota bílinn sinn hafi þá kannski meira pláss á götunum. Við höfum gert kannski verið of einsleit í áherslunum í svona 50 ár og við erum að reyna að leiðrétta það þannig að fólk hafi betri valkosti. Takk. Ég ætla aðeins að skjóta inn með íbúaráðið og svo eru 3
spurningar sem að fólk er búið að gefa til kynna að verði mjög stuttar og kjarnaðar í lokin. Það er spurning hvort að, já, einmitt, en ég ætla aðeins Ég á bara ekki að mæta á næsta fund fyrir klukkan 8 í fyrramálið, þannig ég er bara góður, sko. Já, en bara örstutt, að því að varst að spyrja íbúðaráðið, þá langum við bara, við erum 4 úr íbúðaráðinu, Sigrún er fulltrúi íbúðasamtaka Miðborgar og þær eru Hanna og Þórey sem eru fulltrúi á foreldrafélag, annars vegar úr Miðborg og hins vegar úr Hlíðum. Og ég veit að Sigrún mun örugglega svara þér með fundi íbúðasamtakana eftir. Íbúðaráðið fundar 4. hvern þriðjudag í mánuði. Við erum að senda út dagskrá sem birtist á vef Reykjavíkurborgar þriðjudag í mánuði. Það er hægt að senda okkur erindi í tölvupósti á ráðsfólkið eða á ráðið sjálft. Þú finnur það inn á reykjavík.is og við fögnum því mjög, fundirnir eru opnir. Við höfum náttúrulega verið bundin á COVID, þannig að þeir hafa verið online eða á netinu í streymi og hægt að senda inn spurningar. En hugmyndin er að þeir séu opnir þannig að fólk geta alltaf mætt í hverju mánuði. Og við tökum mjög vel og fögnum því mjög að fólk vil koma til okkar með erindi og taka þátt í samtalinu. Þannig að bara takk fyrir að spyrja. Heyrðu, þá var það einn spurning hér. Mjög stutt, ég held að spurning mín sem að ég var að spyrja hirðingu á grænusvæðunum, misskili, ég er ekki að tala Klambratún eða Garðana stóru opnisvæðin, ég er að tala til dæmis eins og bara torgið á Óðinstorgi sem er mjög fallegt, en á götunni, Óðinsgötunni, er opaslega ljót beð á sumrin og líka á Klappastíg, á sumstar á Laugaveginum og annars staðar sem eru algjöru bara í rusli. Það eru þau beð sem ég er að tala hvort það væri búið að skipuleggja þá vinnu fyrir sumarið. Þannig að svo spurning misskildist hjá mér. Og Anna líka, hann er að tala bílastæði, þá er eitt af hverju var tekið bílastæðakort af íbúðendum sem voru með innkeyrslu fyrir einn bíl, að þegar ég var mjög hlynnt í að það yrði gerð skjalskilt í hverfinu mínu, mjög hlynnt í, og við fengum íbúðakort og vorum með það í mörg ár, en eins og margir aðri þá eigum við 2 bíla, að það var tekið á okkur þetta eina íbúðakort sem að okkur var úthlutað. Af hverju var þessum lögum breytt á sínum tíma? Að þú fekkst ekki íbúðakort eða varst með stæði fyrir einn bíl, skilurðu, tókst af lóðinni þinni til þess að gera bílastæði. Og það var tekið af manni íbúðakorti. Af hverju var það gert? Takk fyrir. Beðin á Óðinsgötu eru hluti af blágrænum ofanslausnum. Þar er hugsunin að séu fjölær gróður sem að þarnis minni hirðu. Ég held að sé bara ekki búin að ná sér fullkomlega á strik. Og ég veit að því bíðar að þar voru einhverjir ökumenn sem náðu sér full mikið á strik, þannig að þeir keyrðu á grindverkin og onni beðin. Þannig að 1 eða 2 þeirra bara eyðilögðust og bara voru mjög lengi að ná sér og vonandi ná sér á strik í sumar og að það verði ekki keyrt ofan í þau aftur. Varðandi þetta þá held ég að þetta tengist því að þeir sem eru með stæðin og lóð fá ekki bílastæða íbúðakort út af því. Og síðan var gerð svo breyting fyrir nokkrum árum eftir heilmikla stefnumótun að áður var hægt að vera með 2 kort per íbúð en núna er það 1 kort per íbúð. Ok, við höfum aldrei fengið 2 kort, en af hverju var þetta tekið af fólki? Við fáum ekki íbúðakort. Væntanlega þið eru með bílastæði inn á lóð. Já. Það var þetta eina kort sem við fengum áttum bara rétt á, tekið af. Já, það er væntanlega vegna stæðisins inn á lóð. Ég er bara að vísa í reglunar eftir minni. Já. Já, ég veit ekki, ég var bara að spyrja af hverju verður þetta Bara smá viðbót og byrja að þakka arkitekturmynda fyrir sitt framlag. Það hefði ekki verið gagnrýni á þá sem slíka og auðvitað er þetta glansmyndarsýning og að vera að selja eitthvað, en þú skilur þetta er íbúðafundur þar sem að við getum tjáð okkur. Það sem ég vil bæta við þetta, það er svo mörg að taka, veggjakroti, aðgengi íbúa, það er svo margt sem ég vildi. Ég er og ég held að, og við mörg á Fremstu og næsta bekk, erum að tala hávaðan og sérstaklega subwooferinn sem að ristir alveg í gegnum múrsteina og gler alveg langa leiður. Og þetta er engi vögguvísa, 130 slög, beats per second, bum, 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 bum. Nei. Spurningin er þessi. Mér líst í sjálf sér ágætlega að fá svona garð á næsta hluta Skólavörðustíg sem ég kallaði regnbóðstræti, en ég kallaði bara Skólavörðustíg, ég býð þar.
En ég hef rosalega áhyggjur af því hvernig þetta verður á sumrin þegar veður er gott og fólk kannski kemur sér fyrir í garðinum á bekkjunum og svo bara að byrja að menna djamsa og einhverja djamma og djúsa. Einhver hluta vegna sem ég man ekki á ræsku, einhver öskurkúltúrkopni, við köllum þetta píkuskræki, það alltaf þessi eilífa hrópaköll, alveg rosalega skrækir og læti og hróp. En annars ætla ég ekki að hafa þetta lengra, ég mun tjá mig nánar málið á morgun í Fréttablaðinu og svo kemur framhaldsgrein í Netblaðinu og við getum vonandi átt í samræðum áfram í gegnum fjölmiðla. Takk. Takk. Já, ég hef engu við að bæta píkuskræki eða af hverju fólk að fara að öskra. Það einhvers konar, já, mín vasakenning væri það að þegar hluta COVID var að svona öskrið í okkur hafi verið byrt inn í 2 ár og það sé aðeins að brjótast fram. Vonandi að fólk bara klári þann skammt mjög fljótt. Já, það er eiginlega meira ef einhver að syngja ABBA-lög fyrir utan hjá mér sem að vera aðeins í taugarnar á mér. Það er þetta persónubundið. Neðst á Skólavörðustíg? Nei, ég sé alls ekki fyrir mér að sá garður eða sá hluti Skólavörðustígs verið lokaður. Já, þetta er nefnilega nákvæmlega þessi valþröng sem varandi skemmtistaðina og opnatíma þeirra annars vegar og það að fólk út að skemmta sér hins vegar. Ef að skemmtistaðinir opnir lengi og að þá fólk innandyra. Ef við lokaðum snemma, þá það frekar utandyra. Og við verðum að finna í borginni einhvern balans í þessu. Spurning hérna, herramæðurinn hérna. Já, halló, ég heiti Pétur. Ég hef búið í miðborginni núna í 2 ár. Þetta mitt fyrsta heimili fyrir utan foreldrahúsin og bara mjög ánægður hér. Ég mjög ánægður bara með í hvað átt miðborgin að fara og ég geti verið bíllaus sem mjög gott, býð á Hverfisgötunni þar sem að allir þeir strætóar sem ég þarf koma og geta annars á þjónustu gangandi eða hjólandi. Ein smávægileg athugasemd að það mætti huga betur að það sem framkvæmdur í gangi huga betur að hjólandi og gangandi. Þetta fer oft yfir alla göngustíga og hjólastíga. Annars ég með smá ráð fyrir þá nágranna mína sem hafa áhuga á hávaða. Það hægt að kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála niðurstöður heilbrigðiseftirlits synjun á mælingum eða öðru slíku. Ég vinn þar. En takk. Ég líti á þetta sem ábendingu, 2. Annars frágang verktaka og hins vegar ábendingu að það sé hægt að kæra ákvarðanir heilbrigðiseftirlitsins til úrskurðarnefndarinnar. Góð kvöldið, takk fyrir frábær kynningar og milljarða eyðslu heyrist mér varðandi miðbæinn. Ég búinn að búa yfir 40 ár. En gangstéttin utan húsið mitt á Halleiðastíg, hún allt svakaleg og sjálfur borgarstjóri hefur reynslu af því. Því hann flaug þar á hausinu fyrir 4 árum. Af því að hellurnar skarast, sitt á hvað. Og ég spurði hann þann daginn þegar var kosningadagur, hvort þú ættum ekki vona nýri stétt. Fekk svo ekki svar við þá, en það var gaman að fá svarið því núna, fljótlega. Svo varðandi hávaða nætur í miðbænum. Hafandi starfandi sem dyrávörður í mörg ár árum tökum áður. Þá var stranglega bannað veitingamannunum að selja fólki áfengi og öl út fyrir dyrnar. Í dag fólk að bera þetta næstum því í kassavís eftir lokun. Þetta ítur undir partístand á öllum göttum og fyllir í. Ekki satt? Takk. Akkurat. Ég var orðið mjög stressaður að þú verður að rifja upp ykkur á sögum að ég hefði lofað einhver á kjördag. En mér fannst eiginlega svolítið fallegt að ég hefði ekki lofað neinu. Ég vil þó að væri kjördagur. Nú, á kjördag. Já. En því til að svara varandi viðhald að við erum að sinna það mjög víða. Það helst oft í hendur að við erum þá að taka lagnirnar undir. Þannig að þetta oft samhliða veitum. En það að gera að nota ábendingar við borgarina til að koma svona ábendingum á framfæri.
Það þýðir greinlega ekki að tala við mig á kjördag, þá bara ég með hugan annar staðar en ég vil ítreka gott að ég lofa ekki neinu, en fyrst ég hef ekki staðið við það. En varðandi þetta þá held ég að sé ennþá þannig að almennt ekki selt út á götu, en eftir vissan tíma að þá enga síður þannig að fólk fær plastílát frekar en glerílát, því að jafnvel þrátt fyrir banni þá var fólk að smygla með sér glösum út og það leiddi til mikillega glerbrota og alls konar slysahættu. Þannig að, en maður getur alveg velt því fyrir sér hvort að það hafi ýtt undir það að áfengi sé hálfpartinn selt út á götu. Það eru fjölmargir á mælendaskrárdagur, það er aldeilis bara umræður hrekkur í og ég var ekki alveg að meina ég ætla að vera til 8 í fyrramáli sko. Þannig að ég held bara að við verðum að fara að ljúka þess, en það eru nokkra spurningar. Ertu til í að taka, ef fólk kjarnar mál sitt, þá eru 5 stuttar spurningar. Þannig að já, það var þessi hermur í bláskyrtunni, eða þú kannski bara kemur undan og svo þú og Edda. Af því við verðum að fara að ljúka, því miður, klukkan er orðin svo margt. En það er spurning hvort að... Gæti trúa því, ég get ekki svarið fyrir það. Þannig að ég ætla að biðja ykkur um að kjarna mál ykkar, þannig að allir komið stað, ég veit við fórum aðeins, auðvitað mikilvægt að fá að koma spurningar, til þess eru þau komin, þannig að við skulum bara tala knappt. Ég skal vera stuttorður, Holberg heit ég. Ég verði aðeins að hugsa þessa kynningu og ég ætla aftur að þakka ykkur fyrir það. Það mætti vera bara með það oftar vegna þess að það er gott að tala við þá sem reka borgina fyrir okkur og gott að fá svona tækifæri aðeins að ræða málin og spyrja spurninga og svoleiðis og fá kynningar líka. Eldri borgari, nú ég orðinn eldri borgari og mér fannst og hef fundist aldrei í þessum kynningum það er sleppt að tala um okkur. Þá sem eru fatlaðir, þeir sem hafa aðgengisvandamál, mér finnst svona að það setja aldrei skauta fram hjá þessu og mér finnst það komið aldrei fram í mörgu því sem borgin gerir. Þannig ég myndi svona hvetja til þess að gefa það kosningaloforð að verður þú áfram borgarstjóri að þú sinnir í betur að þessum 25% borgarna sem að eru komnir yfir 67 ára aldur og þeirra sem að eiga erfitt með bara eins og það að komast í búð, komast í bíl, komast í bílastæði. Það var gott að hafa markmið þeirra sem hafa ofurtrú á því að allir þurfa að labba eða hjóla eða skauta. En ég myndi gjarna vilja að það væri líka hugsað fyrir þeim hinum sem geta það ekki. Heldur betur mikilvægt. Það er herramaður í blári skyrtu og svo Edda og viltu taka á bræðarskaski við í lokin? Já, bara örstutt sko. Það er ekki margir áratugi síðan, það voru bara mokaðar götur, ekki stígar. Það að moka stíga, það að setja upp hönnunarstaðla þannig að það sé alltaf hugsa fyrir aðgengi þegar verið að gera einhverja breytingar í borginni, það eru þetta að hugsa þennan hóp. Við samþykktum sérstaklega stefnu aldursvenna borgir sem miðar einmitt að því að gera hana aðgengilega fyrir alla og þó að það hafi ekki verið efni þessa fundara þegar við vorum með þessa áherslu á miðborgina að þá væri raun hægt að fara í gegnum hönnun á öllum þessum opinberu rýmum út frá sjónarmiðum aðgengis. Við vorum bara á síðasta ári að í samvinnu við einkaaðila frumkvæði Haraldar Þorleifssonar að rampa upp 100 staði í miðborginni og erum að halda því áfram. Við erum að bæta við bekkjum, við minnir að ég hafi farið við það að séu 326 bekkir í miðborginni. Það er meðal annars fyrir þá sem að eru aðeins fótafúnir en vilja fara og það sem kannski kristallast er að það sem er gott fyrir þá sem er erfitt með að fara er yfir höfuð gott fyrir alla og það hefur verið mitt metnaðarmál að leggja áherslu á borg fyrir alla þannig að það þarf ekki að vera sérstakt kosningamál en það er bara undirliggjandi í öllu sem að við gerum, það eru aðgengismálin og sérstaklega fyrir þá sem er erfiðast með að fara á öllum árstíðum.
Takk, gerð svo vel. Góðkvöldið, Óttar heiti ég. Eins og þú veist nú, þá bjó ég annars staðar. Maður hálf feiminn að standa þetta upp að því ég ekki búinn að búa í 40 ár eða 30 ár eða 20 ár, bara búinn að búa í nokkur ár. Ég með 21 spurningu, grín. En fyrst frábært glærukynningin, mér finnst mjög skemmtileg og mörg mjög áhugaverð verkefni í gangi og miklu fleiri heldur ég held. En ég með eina spurningu, eða tvær. Fyrst allt þetta veggjakrot og þetta drasl og þessi skítur í borginni. Þú talaður ábendingavefinn, ekki hægt að vera með ábendingar-app, þannig að þegar maður að ganga borgina, getur bara tekið mynd og senda hana og þá bara fer hún beint inn í hennan ábendingavef. Einfalt og þægilegt. Ég gekk í hálftíma eða 3 korter í gær og taldi 101 veggjakrot. Bara svona ganni. Tók mynd af nokkurum og var að spá að senda í ábendingavefinn. Svo náttúrulega bara þegar þá þarf að setjast í tölvuna og gera þetta þar og eitthvað, þá náttúrulega nefndi maður það ekki. Appi væri rosalega einfalt. Hin spurningin svo, ef ég myndi óska eftir því að fá að opna stað í kjallaranum hjá þér, þar sem að verslunin var ekki verslun í kjallaranum? Hjá þér? Já. Ef ég fengi að opna þar skemmtistað, allt í góðu, og fengi leyfi sem ég held að heiti leyfi 2. Það sem lágstemd music, einhver dýraverðir. Ok? Ég myndi svo ákveða það að vera með DJ, öll kvöld, alla daga vikunar, blast upp tónlistinni, ekki með dýravörð, 20 manns fyrir framan hjá þér, við erum ennþá að tala íbúðarhús, eru þeir sáttur? Það mín spurning. Þetta til dæmis einfalt. Ég bý í svona húsi, það sem komið svona skemmtistaður, sem ágætur skemmtistaður, en hann hins vegar með DJ-a öll kvöld, langt fram á nótt, og músíkin á fullu. Hann samt leyfður, en þarna var samt rakar að stóða undan og átti bara að vera þannig rekstur. Þannig að eitthvað þarf að skoða þetta samstarf milli skemmtistaða og íbúa, en varðandi útiháttarana, ég alveg búinn, þá getur þú kíkt í bara í liðin á morgun. Þetta ákvæðlega einfalt, bara röltu miðbæinn og stoppa þetta. Já, nei, kannski ekki klippa, en eiga þetta góða samtal vegna þess að þetta er tildulega einfalt. En takk fyrir fundin og takk fyrir frábært glæðrinsjó. Takk fyrir fína ábending varandi appið. Ég fari nú rétt með að það hægt að senda myndir inn á ábendingavefinn, en það alveg rétt að mætti kannski vera auðveldur úr símanum og það verið að taka þessar aðkomuleiðir íbúa í gegn. Veggjakrótið viðvarandi verkefni því miður og borgir hafa farið mjög mismunandi leiðir í því. Sú leið sem virðist ná minnstum árangur að lýsa við stríði við veggjakrót. Það bara einhvern veginn eskalerast eins og mikil átök gera og við tíma náðum mjög góðu samtali við svona leiðandi aðila innan þessa svona vegglistar heims og vorum bæta við veggverkum. Svo eins og þessi komin annað önnur kynslóð, einhver hópur sem bara í raun að krota, bara merkja sér svæði bara og ég hef engar einfaldar lausnir nema bara það að við reynum að standa saman að mála yfir eins hratt og hægt varandi staðinn að þá eru hver leyfisflokkur með ákveðin mörk og það þarf að láta vita og láta heilbrigðiseftirlitið vita ef að staðir fara út fyrir þau mörk. Nei, en ég að segja að það er regluverkið. Það er spurning hérna og nú eru 2 eða 3 dömur eftir, Redda og í hvítúlpunni og hérna í peysuna fremsta bekk og svo ljúkum við fundi, þannig ég bið ykkur að kjarna mál ykkar örstutt af því að tæknifólki vill fara að komast heim. Já, takk fyrir Edda heiti ég og takk fyrir svakalega skemmtilega kynningu sem bara miðborgin bara minn uppáhaldsstaður. Ég búin að búa á sennilega svona 20 stöðum í miðborginni og vel það vegna þess að miðborgarkliðurinn bara, það bara mín lífæð. En nú er svo óheppin að flytja aðeins svo nálagt þarna hávaðaseggjónum sem svo margir samankomnir og
ég hætt að sofa, ég hvílist ekki vegna þess að Reykjavík eina borgin þar sem tólerans fyrir því að það séu skrílslæti nætur. Og ég get ekki skilið það og það að hringja í lögregluna alltaf á föstudagsnóttum, laugardagsnóttum og að fara á sunnudags. Þetta það bara í takmarkaðan tíma getur maður gert það vegna þess að lögreglan, hafið þið lesið dagbók lögreglunar? Ofbeldið og skrílslætin og að maður hugsa bara ég get ekki hringt og sagt ég kemst ekki heim til mína því að það eru 3 fyllibittur og það að kúka fyrir framan húsið mitt, getið þið komið og hjálpa mér. Þið vitið, þetta bara svona takmörk fyrir því hvað maður ónáða lögregluna mikið. En hafandi búið svona víða og vitandi að það hvergi þessi tólerans fyrir nætur hávaða. Það ekki miðborg London, ekki New York, ekki San Diego, ekki hvergi. Það ekki tólerans fyrir nætur. Sko, ég vil sem flesta á kvöldin, þið vitið, til 11-12 allt í lagi. En eftir það hræðilegt. Og eitt sorglegt að ég skrifaði fyrsta bréfið fyrir hönd okkar 2019 til að hitta borgarstjóra og umhverfis- og skipulagsnefnd og ég búin að skrifa mörg bréf síðan til að fá að hitta ykkur að ég með tillögur sko og hugmyndir og það Ég ætla að biðja að stytta málið aðeins. sko 2022 núna og ég hef ekki fengið viðtal og mér finnst það svakalega sorglegt að ég veit ekki hvert ég á þá að snúa mér með allar góðu tillögurnar sem að við erum til dæmis með hérna sem sofum ekki á næturnar. Takk. Já, eins og ég sagði hér í svarinu við honum Hannesi að þá held ég að sé eitt megin einkenni á Reykjavík að þetta nábýli ég meina, þetta nær, íbúabyggðin nær skemmtanalífinu í miðborginni heldur en annars staðar. Þetta bara þetta brot á landslögum, punktur, brot á landslögum og borgin ekki yfir landslög hafin, þetta brot á friðhelgi einkalífsins, stjórnarskrár og bara rétt. Það bara allir niður í skóginum hérna sem á ekki að líðast, það ekki allir niður í skóginum, það bara svona. Við ætlum að taka eina spurningu hérna frá dömunni sem komið mikrofónu, gjör svo vel. Já. Og þetta loka spurningin í kvöld. Já, heyrðu, Ingibjörg heiti ég og ég búin að búa mjög nálægt hérna miðbænum í 55 ár rúmlega og sko, ég verð nú bara að láta ykkur vita því að ég starfaði á Landspítalanum og ég var nú örugglega yngri en því hérna sem að standi hérna uppi þegar ég labbaði gegnum miðbæinn hérna aldamótin eftir nætuvaktir og ég fekk áfall hvað var agalegt að sjá subbuskapinn og bara ógeðið í bænum og ég held að það hafi kannski ekki lagast en ég bara eiginlega þakkaði fyrir bara COVID að mörgu leyti að það var rólegra og þrifalegra kannski í miðbænum en það nú kannski ekki gaman að líka því við. En svo í sambandi við næturlíf, ég hef nú verið í Berlín og München og Hamburg og gengið þar og Edinborg sem sagt bara nætur líka við og snemma mótnana og ég man ekki eftir svona hávaða og bara óþrifnaði eins og í miðborgunum eins og hefur verið hér. Og svo heyrði ég að sko næturlífið eða næturklúbbarnir væru í iðnaðarhverfunum sem kannski svolítið sniðugt. En mér líst alveg rosalega var hún svolítið svona... Ég ætla að biðja að koma með spurninguna núna að því við verðum að fara að ljúka. Já, spurningin ég vildi láta ykkur vita hvort það væri kannski ekki sniðugt að færa næturlífið sem sagt út í iðnaðarhverfið og ég ætla ekki að, þetta var bara svona. Þetta spurningu
Þetta samtal greinilega sem þarf að halda áfram og taka áfram, ég heyri það. Takk fyrir. Já, ég sagði það hérna áðan í svari að ég var ekki að fara að gefa yfirlýsingu á þessum fundi hér að loka skemmtistöðunum í miðbænum. Hins vegar fyndist mér velkomandi greina að skoða í tilraunaskyni að vera með lengri opnunartíma til dæmis út á Granda til þess að athuga hvort að það myndi einmitt, það þarf að skoða það vel. En eitthvað slíkt gæti kannski fært þessa svona síðnætur þennan síðnæturháfaða inn á nýtt svæði. Takk Dagur. Þetta greinilega samtal þegar þarf að halda áfram og ég vona bara að þið geti átt það við okkur líka í íbúaráðinu og íbúasamtökunum og að sjálfsögðu við borgarstjóra og borgaryfirvöld. Mér langar að þakka ykkur innilega fyrir þennan fund í kvöld, ykkur öllum sem komu hér að og mér langar bara að minna aftur að hvetja ykkur til þess að hafa samband við íbúaráðið. Það eru upplýsingar það inn á reykjavík.is og inn á Facebook, sömuleiðis við íbúasamtökin og ábendingavefinn að þar hægt að setja inn myndir og nýta ykkur hann án þess að hika. Þú fer vel næsta ára á þessum fundi Dagur, það alveg ekki spurning, margt til að vinna úr og takk fyrir bara frábæran fund, það greinilega þörf á honum og fleiri fundum hérna í miðborginni og ég veit að þú vilt fylgja góðum gestum hér úr Garði. Áttu við að ég sópaði út? Nei, bara segja eitthvað fallegt og kannski Já, ég er nú bara rugla. Alls ekki. Kæra þakkir fyrir góðan fund, góða mætingu, gott samtal. Virkilega gaman að sjá ykkur loksins eftir COVID, þó að COVID fylgi því greinilega eins og hér hefur komið fram að það fer allt svolítið á fullt aftur. Þannig að takk bara kærlega fyrir góðan fund og góða nótt.